Herru, komið að stað. Herru, verið hjartalega velkomin. Takk fyrir. Herru, það Huginn og Gyða og ég hafði nú sambandið ykkur hérna út af, já, hvað var maður að segja, MeToo-byltingunni bara, svo kalluð þær ég. Það fór fyrir ykkur báðu mikið þarna og þið bar mikið á okkur á sikkur og pollum í þessari, hvað var að kalla þetta, þessari byltingu, svo kallaðri. Já, bara hvern frelsisbyltingunni sem konur voru einhvern veginn að reyna að standa upp á fótum og þú veist, já, eitthvað. Sem enda í að þær fóru að reyna að gera það við kallmenn sem kallmenn hefðu gert við konur í ansi langan tíma. Það basically kúa og útskúfa og já, svona það sem, já, kvennabyltingin áttu nú að berjast frelsi til að byrja með, þá fór það svolítið upp í andhverfu sína, þetta að segja, ég myndi segja það allavega, að mörgu leyti. Fór líka bara út í mikið einaldi. Það var alveg sama einhvern veginn hver það var. Já, á þessum tíma. Já. Þetta gekk svolítið út á einaldi. Og Huginn, þú varst nú svolítið fyrir barðinu á þessu. Jú, það stemmir. Já, ég veit ekki hvað maður að segja þegar maður að hugsa aftur til þessara MeToo, sko. Þetta náttúrulega, ef maður hugsa bara út í ofbeldi, við erum öllum út í ofbeldi og þetta eitthvað sprengja þarna, verið að reyna eitthvað að sko tækla það og ég held að við fyllumst öll tilfinningu þegar við skilur, það það sem gerist, en þetta verður kannski svona ómikill múæsingur, það verður ómikið að þá núna á einu bretti á að fanga alla ofbeldismenn og refsa þeim hálfpartinn, sko. Ég held að það hafi svona kannski verið klikkið við þetta og það að þetta hætti að fara í sko manngreina álit, það hætti að vera þannig og þetta var orðið þessi blinda, sko. Fyrst kom einhverjar og mögulega með eitthvað smá svona á bakvið sig, kom nú í ljós þarna einn sem byrjaði þetta hana frá Ítalíu, ég man nú ekki alveg eftir því, að hún sjálf hafði verið að beita ofbeldi, man nú ekki alveg nógu vel eftir þessu, en þannig að þetta var kannski ómikið að sko það bara þurrkaði í burtu að menn máttu svara fyrir sig eða gátu svara fyrir sig, allt í einu var dómstóll óþarfur, þetta var bara, átti bara að kasta þessu fram. Dómstólgötunar, sko. Það var bara cancel culture. Já, þetta algjörlega, alveg sama hver þú varst, þá ef að þú veist ásakar líka þetta, sko, ég trúi. Það var einhvern veginn alveg sama hvað kona sagði. Já. Og þá voru allar hina bara ég trúi. Já. Án þess að raun og vera að hafa nokkra sannanir. Þetta ég trúi var byggt upp á að ef kona myndi ásaka þig kynferðisglæp eða athöfn, þá gæti hún ekki verið að ljúga. Sem var þetta, og það fyllt á fólki sem gleypti við þessu. En þetta það, sko, og ég held nú að fólk sé aðeins skynsamara í dag með þetta. Þetta var einhvern veginn, já, eins og við segjum, múæsingur, en núna vitum við í dag að það beita allir ofbeldi, því miður. Það það bara hluti af samfélaginu og kallmenn við beitum ofbeldi með því að nota líkamann okkar miklu meira, en konur fara í miklu meiri taktík að búa til sögur og ljúga. Það ofbeldi sem konur gera og sem þetta bara silent treatment sem konur. Já, þannig að segja að kona myndi aldrei gera svona rugla, sko. Ég ætla bara að koma með eina dæmisu hérna úr mínu persónulegu lífi og ég var í gamla daga, þá var ég að passa svolítið upp á fólk, bæði kallmenn og konur og ég var laður í einelti eða eitthvað svoleiðis, þá, já, bara sá maður fór með þeim manni niður í bæ og síðan ef einhver ruglaði þeim manni, þá tók maður í hinn gaurinn, bara þú lætur að vera og það var kannski gaur sem var búinn að vera að berja einstaklega lengi, en ég var líka að venda stelpunum, ég fór með stelpu heim til ofbeldisfulla kærasta að sækja dótið þeirra og allt þetta. Það endaði eitt dæmi að það var kona sem laug að henni hefur illilega nauðgað og þetta var góð vinkona í hópnum okkar og við urðum alveg brjálaðir. Við getum sagt, ég nenni ekki fór út í smáatriði, en maðurinn endaði mjög illa. En síðan kom það allt upp og það alveg garantíð að hún laug því að því að hún var að hefna sín á manninum. Þau höfðu víst verið að deyta eitthvað og hann endaði það og þau enduðu rifrildi og svona brást hún við. En hún sagði, persónulega þegar við tölum við henni, hún vissi aldrei að þetta myndi fara svona langt. En samt lögum hún þessu upp á mannin, sko. Þannig að þarna ég bara með það á borðinu að við vorum bara settir upp. Og þetta var valdið þess, sko, fram að þessum tímpúti í lífinu mínu, þá, að því að það eitthvað í okkur kallmennum að venda konur í grunninn, sko,
þarna held ég alltaf að konu voru góður, ég þurfti alltaf að venda þær, en eftir þetta þá hætti ég að fara með konum og heim til svona ofbeldisfulla kærasta því ég vissi aldrei hvort það var rétt eða rangt sko. Þannig að þetta komum inn á huginn að þú lendir nú aðeins í þessu að það var mikið logið upp á þig þarna, var það ekki? Jú, sko, þetta er kannski, þetta er samt góðu punktur og þegar þetta sko spíralar alveg úr stjórn, það er þetta sko, þegar dómsmálaráðherra var farin að taka þátt í myndbandi, tengt þessu svo segir, við trúum og háttsettur lögreglumaður kom í myndbandi og sagði við trúum, þá er náttúrulega, sko, þá ertu eiginlega með sjálfdæmda menn, eða sko í þessu tilfelli var eiginlega verið að vísa til kvenna þegar áttu að trúa. Þannig að það er stórhættulegt. Jú, ég er náttúrulega, sko, það sem fyrst og fremst veldur því að einhver langar að vera að setja svona fram er náttúrulega einhver kvikindisskapur langar að meiði eitthvað eða hefna sín eða sem gerist í þessum forsjámálum að þá hefur beinan hag af því að segja eitthvað ósatt. Við erum að sjá þetta sko eins og í Danmörku að aukning á röngum sakagiftum eða bara ásökunum ofbeldi í þessum málum er alveg gríðalegt því þetta virðist virka og það er í okkur eins og þú segir, það er eitthvað í okkur ekki bara það að við erum á móti sennilega öll erum á móti ofbeldi þó við beitum ofbeldi, það er bara allir eiginlega á móti ofbeldi við okkur þykir það ekki til þess koma en það er líka í okkur að venda konur það er eitthvað eins og þú segir, það er venda konur og þegar við heyrum svona sögu þá spilar þetta inn á mjög djúpar tilfinningar og stundum er hagur í því, stundum er bara særindi, við erum að sjá, ég var að lesa bara nýlega sögu að þá bara þegar einhver hættir með henni að þá er hún reið og verður vond og setur svona fram, svo kannski átti þetta bara að vera svona í sakleysi en hefur kannski alveg skelfilegar afleiðingar fyrir þann sem er bara rauninni jarðaðar á samfélagsmiðlum, við sjáum náttúrulega bara margir hafa verið bara klipptir út og teknisvöldur umferð. Já. Þannig að og hvað skal segja það er í rauninni í þessari stöðu þú verði ekkert auðveldlega þarna á einhverjum samfélagsmiðlum þetta er sko, þetta er skipulagt að koma alveg fleiri aðilar og kannski rótin að þessu það að það er búið að espa fólk upp það er búið að spila inn á þessar tilfinningar maður skilur alveg kannski í samböndum það gerist ýmislegt í samböndum fólk er að rífast og það er ofbeldi eins og þú segir einhvers konar ofbeldi, við erum ekkert endilega að tala alvarlegt ofbeldi, það er bara leiðindi kannski eða það er verið að stjaka við hvort öðru eða andlegt ofbeldi en svo þegar fólk kannski hætti saman þá verðum við að, sko þetta á ekkert erindi í fjölmiðla þar sem varpaðis upp eins og einn aðilinn hafi verið, þetta sé eitthvað svart og hvítt það var svo sem stofnaði Kvennaathvarf fyrsta í Englandi sagði til dæmis að 70% af konum sem kom inn í athvarfið þær eru líka gerendur þannig að við erum flest þetta er mjög flókið batteri hvernig sambönd og svona og svo bara gerist það því miður eins og Íslandi og eitthvað stað víðar þetta mála rosalega einsleitt upp það málað eins og kallmenn séu þetta var mikið bara ráðist á nokkra kallmenn einhliða sögur og að þú vísa til mínsmáls ég til dæmis sendi, þetta byrjar á Stundinni það er haft samband við mig ég sendi þeim gögn og síni bara samskipti sem eru allt annars eðlis heldur en á að fara mál upp þegar hún er að hringja mig svo þegar byrta greinina þá sendi ég sko gögn sem sanna að þetta er ósatt sem kemur fram í greinni en enga síður neita að laga það þannig að það eru svona ásetningur hjá fjölmiðlunum að draga upp og espa fólk upp og fá þetta og það náttúrulega bara sko 100 manns byrjuði að ráðast á mig og kalla mig ljótum nöfnum, það var mismikið en enga síður, það spilar inn á þessar tilfinningar og það virðist vera ásetningur hjá okkur fjölmiðlum að gera það þetta er eins og þeir lifi á þessu Það er selja fréttina, það er þetta hneykslunnar við vitum bara sjálf, þegar við förum á hvaða fréttamiðla er á netinu og við sjáum einhverja neikvæða fréttir sem íta undir þessar djúpu tilfinningar þá verðum við að lesa alveg saman hversu það er ógeðslegt sko. það er bara þess vegna eru fréttaflutningar farin að byrta afsakið þar að meira láta það afsakið en það sem ég er að tala sko eins og mér er skelfilegt að vera að gera þetta þegar vera að setja fréttir að bandarísk móðir í Texas setti 2 börnin sín í þvottavél og drapti þannig. Þetta er bara gert að fólk fer og klikkar á þetta af því að þetta vekur eitthvað upp hjá okkur bara hvað djöfullinn og þetta er það sem ég keyra inn á en þá komum við inn á þetta með múaðsíkin að selja fréttir og fórna einstökum Íslendingum fyrir það og
fréttamílar eru þetta hræðilegt, en hvernig fór það mál þá? Þurftu þeir að sæta einhverja ábyrgð eða komist þeir upp þá bara með því að vera bókstaflega að segja ósatt um því? Sko það var til dæmis hún Eva Hauksdóttir sem var blaðamaður þá og lögfræðingur í dag, hún fór yfir gögnin og birti pistil um þetta. Hún sagði bara ég er búin að skoða allt sem stundin birti, ég er búin að skoða gögn úr þessu máli og þetta er bara lygi hjá Anna Jóni Trausta og þau neita að lagfæra þetta. Og sko, þetta er náttúrulega lögbrot, þetta er sko andmælaréttur tryggður í lögum en enga síður. En þeir neituðu bara, þetta endaði bara þannig að þeir hafa ekki ennþá lagfært þetta, sá ekkert af sér og þó þetta sé, það er sannalegt að þetta er ekki satt sem er sett hana fram. Ég var málaður, við erum að tala um sko, ég var málaður eins og ég stjórnaði öll í hennar lífi og svo er hægt að sýna það að hún var erlendis mestan, hún var að fóra til Suður Afríku, hún var að fljúga til Finnlands, hún var bara, veist, hafði sína hendusemi, en það var eins og ég stýrði hverju einasta atriði í hennar lífi. Svo sagði hún hefði kært mig fyrir ofbeldi og ég gat sannað það, ég kærði hana fyrir rangar sakagiftir, ég gat sannað að það voru rangar sakagiftir. Hún var kölluð inn í skýrslutöku, þá byrjaði hún að ljúga því sko að sönnunargögnin væru þannig að ég hefði skrifað þetta inn í símann hennar, þess vegna ég hefði verið að tala við sjálfa mig, þannig að þetta sannaði að þetta voru legar, en þá gat ég sagt, heyrðu býtunum við, á þessum tíma er hún á Ítalíu og ég á Íslandi, ég var ekkert með símann hennar, skilur, en enga síðu þó maður sanni og kemur allt sem maður getur til að hreinsa mannúð sitt, það er enginn sem vill taka á þessu, lögreglan hefur engan á að rugga þessum bát. Við sjáum engin mál fyrir ranga sakagifti fara fyrir dómstóla. Ég veit um einhverja sem eru búin að kæra sko. Þannig og fyrir dómstólum, ég náttúrulega fór fyrir dómstóla, ég reyndi að rétta hlut minn og mér tókst það framan af. Ég fekk svona dóma sem voru mér í hag, en ég var byrjaður á þessum tíma að segja sem var og var náttúrulega bara svolítið kræft. Ég sagði bara dómar að brjóta lög. Það var tengt forsjámálinu mínu. Og ég sagði það bara og sýndi fram á það og það er gríðalegur halli þar í öllum málum sem sko ef kallmenn eru ekki og ég sko hún var búin að ræna barninu mínu, hún var búin að sko það skila því, ég hef gætt sýnt fram á legar og allur pakkinn, það breytti engu. Veist maður var bara skref fyrir skref í gegnum þrepi var málinu mínu rústað. En hann allt bara þetta var bara maður var bara spræn upp í vindinu sem maður segir, maður fekk þetta bara allt tilbaka, það var ekkert, það dögar ekkert, þetta var svona heila þvottur alveg í samfélaginu þarna, það var svona, veistu, RÚV tók þetta upp og bjóð til einhverja fréttumanna, hún væri þarna vaggandi sér í kvennaathvarfinu og ég baði andmælaði rétt þar, ég vildi fá að segja mínu svo, fekk það ekki, veist, ég sendi þetta á fjölmiðlanefnd vildi ekki taka þetta fyrir, það vill enginn, þetta var bara, þarna var bara stemmingin, MeToo er í samfélaginu, sko, það bara, veist, þetta voru alþingiskonur, þetta voru, veist, listakonur, það voru allir að stíga fram og þetta var málið, skilur, nú var komin tími til að upp með refsivöndin og slá kallmenn svolítið, en sko, ef við bökkum aðeins, við lögum bara kasta einu hérna, sko, við nefnilega trúum því ekkert sko endil í samfélagi að við séum með svona kerfi þar sem er sko auga fyrir auga. Veist, ef hann á kona kemur og stingur eitthvað kallmann, þá trúum því ekkert endilega að kallmaðurinn megi fara og stinga hann á móti. Það eru fáir sem trúa því. Og sama vil ég segja með þetta, og það er í sömu löndum hort þannig á þetta, að þó að segjum að í sömu tilfellum náttúrulega eru þessar ásakanir sannar. Já. Það bara liggur fyrir. Já. Og veist, það er ofbeldi og stundum er verið að segja frá og maður vil kannski ekki endilega hefta tjáningu ef þú getur sýnt fram á, en það eru ákveðin lönd sem trúa því samt sko, en þú átt ekkert að fara og geta meitt á móti, veist, og þetta fara í sko stóru fjölmiðlana og samfélagsmiðla, þá ert að meiða, þú ert að meiða einstaklega, þú ert að taka hann, veist, ég veit nokkra sem voru reknir úr vinnunni, veist þú, eins og með mig, það eru ákveðin kennarar sem sko neita að vera með bækuna mínar, kaupa þær ekki inn sem ég skrifa sem rithöfundur og svona, þetta meiðir. Og við trúðum ekki í nútíma samfélagi sko, að þetta sé leiðin. Veist það, segjum að manneskja hafi raunlent í ofbeldi, þá erum við ekkert að horfa á það að þetta sé leiðin og þú farir bara út og megi bara eyðileggja líf hans á móti. Við trúðum miklu frekar að viðkomandi fari bara til lögreglu, það sé gott kerfi þar og hann sé bara svona látin svara aðeins fyrir þetta. Þannig að sko, en vandinn er náttúrulega samt sá að lögreglan hefur ekki verið að sinna því. Þú veist, við konur sem höfum lent í alvöru ofbeldi, og það er náttúrulega kannski þessum sem var svona mikil heift þarna, við konur sem höfum lent í alvöru ofbeldi, að það er yfirleitt sagt við okkur bara, þú veist, þú þarft að vera með sönnun, ég meina, þú veist, nauðgun, ef þú ert ekki með beinharða sannanir, þú ert sért með beinharða sannanir, að þá er það oft bara fellt frá.
Já. Þetta er rosalega erfið mál sko. Og sönnunarbyrðin alveg nánast ómöguleg sko, oft í þessum málum og þess vegna er þessi reiði og þess vegna er þessi frustration sko. Við náum ekki og maður vill sjá ofbeldismönnum refsað, það er hugmyndin, ég meina, refsað eða betur bætt en auðvitað verða menn að taka út refsingu einhverja fyrir eins og nauðgun eins og nefni sko. og meðan það gengur ekki, þetta er sama og ég lendi sko, hvað á maður að gera, maður verður að hafa þessa tjáningu líka, veist, núna lendi ég því að byrja að segja að dómar hafi brotið lög, en málið er ég get sýnt fram á það ég get sýnt fram á það með afgerandi gögnum, alveg í gegnum málið, en ég leyfi mér að tala svona, þá er þetta spurning er ég farin að, veist, en ég telu þetta tjáningin skipti máli og þegar stjórnsýsla er að klúðra hlutuna og verðum við að geta sagt frá því Vist, við erum að lenda í þessu líka kallmenn að við erum að kæra ofbeldi og við erum með sko, vitni og við eerum með ég veit ekki hvað og hvað, tekur enginn á þessu ekkert gert, það tengjast nú kannski því að nýleg ráðstefna ég veit ekki hvort ef við séð það þá er þarna sviðstjóri ákærusviðs lögreglunnar að þá er hún á ráðstefnu núna 5. júní og stendur í pontu og byrjar að líkja karlmönnum með myndmál, líkja karlmönnum við óða hunda sem kerfið þurfa að hjálpa mæðurum að fella að leggja það niður eða var eitthvað ég sá þetta hvernig var að nota hann það var að fella og hún tala bara um mæður sko. Mæður er að verja börnin gegn feðrum og það kerfið þurfa aðstoða til að fella karlmenn óða hunda segja hann þetta er konan sem tekur ákvarðanir í þessum málum og ég sko en það er ekki öfundsvert, það eru 2 mál sem eru svona erfiðast að sanna, það eru nauðganir tel ég og rangar sakagiftir, það er rosalega erfitt að þegar ykkur ber eitthvað upp á það, þetta hefur nokkru svona gert samt á Íslandi, það var sagði ykkur henni hefur nauðgað, svo gæti aðeins sýnt að hann var bara eitthvað allt annars staðar á þessum degi, þá komum við aðra dagsetningu og hann gæti aftur sýnt að hann var ekki á þessu stað, en ekkert gert lögreglan er ekki að taka á þessu. Þetta eru sko nokkuð mál svona, þetta er eitt sem ég myndi vilja sjá konur berjast móti og bara kallmenn líka, allir þetta taka sig saman að það myndi vera sett svona siðferðisdeild innan lögreglunum á þetta að sko nú tala ég við lögreglumann þetta einmitt, af hverju væri svona mörg nauðgunarmál sem væru felld niður og þá sagði hann sko að það væri það gríðarlegu fjöldi af konum sem kæmu með falskar ásakanir þeir megi bara ekki tjá sig það opinberlega lögregluembætti, það er bannað samkvæmt lögum að þeir megi að koma opinberlega og tala það sko, en þetta kemur á honum og þá er það svo erfitt að greina á milli þannig að konunar sem er að gera þetta eru auðvitað að skemma fyrir konunum sem lenda í alvöru ofbeldi þannig að mér finnst það að þegar að það er borðliggjandi eins og sér dæmi sem þú veist að segja að kona kemur hana og ætla bara að rústa mannorði hjá einhverjum að saka nauðgun sem er auðvitað mjög að vera hræðilegu bara glæpur það ætti að vera strangur dómur við því, við bara sama dómur eiginlega bara og nauðgun að því að þetta það er ekkert verra sem getur fengið á því ef þú ert í vinahóp, góðum vinahóp og það fréttist út á þessar nauðgari þú átt enga vini, þú ert búinn það er bara og við erum á Íslandi að vita það allir og sama þótt sko að það komi síðan aftur og hann ná að sanna mál sitt þá er samt búið að eyðileggja vinskapið, þú verður aldrei vinur aftur þeirra sem bara þeir heldu að ég veri nauðgari ég var aldrei vinur, það er alveg búið að rústa mannorinu þannig að þetta er eitthvað sem ég myndi vilja virkilega sjá konur berjast fyrir að yrði sett á lagginar en það er bara þannig í dómsmálum að konur steppa alltaf miklu betur og við sjáum núna bara í morðmálunu, gufunismálunu svokallaða, þetta er hneyksli þar, það er kona þar í málunu sem blokkar mennina út í bíl og hún sleppur alveg og það er bara þessi kona, hefði þetta verið kallmaður, hann hefur 100% verið dæmdur, ég meina maðurinn sem var lagður peningurinn inn á og vissi ekki hvaðan peningurinn var að koma einu sinni, hann var ákærður og fekk 2 ára skilorð konan og það er, hann kom alveg á fjöllum bara kom bara peningur inn á bókina mína og ég veit ekki alveg hvað er að gerast þetta en þeir dæma hann samt en konan sem hringir og lýgur og tælir mannin út hún sleppur og það er að sama sko, nú er ég staddur í einu partíi í gamla daga þegar maður lifði öðru lífi og þarna þetta er fyndið dæmi sko hvernig löggan var við vorum allir einhverjir brjálæðingar þarna á þessum tíma og sem var ein kona hana. Hún var mesti brjálæðingurinn og við vorum bókstaflega að vinna allir fyrir hana. Löggan kemur hana, við erum allir handteknir, hann farið með hann inn á klósett, leita á henni sleppt. Hún er mesti brjálæðingurinn í partíinu og þeir slepptu henni af því að hún var kona og
þarna sá maður svona að það verið að tala forréttindi og þarna getum við farið bara fyrir dómstóla ef við skoðum sambærileg mál konur fá helming ef það af dómi sem karlmenn fá það sleppa mun betur þér að segja að þá skrifaði ég eina grein þetta Helga Vala sem nú hliðað konum hún hefur skrifað sko ritgerðum þetta þar sem þetta kemur bara fram og hún vildi meina að það væri verið að mismun á konum að þeir fengi ekki að njóta samræmis við karlmenn í þingdóma þá verður það snúið upp og það væri verið að mismun á konum en það verður verið að hygla þeim og þeir fá ekki dóma, þetta alveg svakalegt með þetta og þetta gerist í þrepum, sjáðu, sko, saksóknari gefur ekki út ákæru, hann ekki að gera þetta fyrir mistök, þetta ekkert óvart, það bara 2 liðir, það bara fjárgúin og það morðið og hann sleppir henni vísvitandi og svo dómstóla þá þetta voða þægilegt fyrir þá geta þær afsaka sig, þeir segja, jú, það alveg sanna að hún var í þessu, en við þurfum ekki að dæma hana því að hún var ekki ákærð, þannig að svona gerist það þrep fyrir þrep í hérna réttakerfinu, brotið á karlmönnum og hygla konum, þetta eins og ég segi, ég skrifa greinum þetta, ég fór yfir dóma og þetta alveg svakalegt sko. Bara aftur og aftur sko. En nú förum við aftur inn á múæsingin og umræðina, bara að við séum að tala svona núna, þá fullt af konum og kallmennum að núti sem eru strax svo, þeir hata konur nú, bara af þessari umræði þá fullt af fólki sem myndi setja okkur strax bara, nú erum við komin sem konu hatarar hérna. En mér langar aðeins að snúa mér eftir að þér gera Við elskum allt fólk sko, það alveg á hreinu þetta bara, maður vill bara ekki sjá mismunum og alveg óháð kyni sko, það það sem maður fer svo í mann og þess vegna þessi áróðu bara fyrir annað kyni eða hyggla öðru kyninu, það maður á móti því, maður hefur ekkert á móti konum og köllum, allir það geta allir verið jafn miklu fáiðar, það skiptir ekki máli hversu húðlitið út með, hversu kyn þú ert með og því fyrir sem við gerum samfélagið þannig, því sanngjarnara verður samfélagið og já, ég samfélagið, það var jafnt að gangi yfir alla og það skiptir ekki máli hvort sitt ríkur eða fátækur eða hvað það nú kemur sko. En mér langar aðeins að koma núna inn á með múæsingiða, núna svo við komum að þér, þú sagði ansi ljótt orð á netinu á sínum tíma og þú tókst nú huginn svolítið ekki gegn hana, réðst svolítið að honum. Svolítið mikið. Já, og ég var nú að reykja það, en þú samþýttir að koma hérna á góðu nótunum og talar að þú ert komið allt hennar hugafar heldur en nú varst með þarna og svona svo byrjum kannski á byrjunni, hvar kemur þú inn í þetta gegn huginn, hvar sérð þú? Sko, ég var inn á lokuðum Facebook-hópi. Sá hópur hét aktivismi gegn nauðgunarmenningu. Og þar inni var einmitt þetta, ég trúi byltingin alveg rosalega gríð. Stelpurnar úr hvað heitir það eftir? Ég man ekki hvað heitir nú, þær sem voru með hvað heitir þetta? Vá. Ég man Elisabeth Ír, Ólöf Tara síðan, og hérna öfgi öfgar fyrir. Þú veist, þetta var í raun og veru þannig að við vorum, þú veist, ég var að gangi hérna mikla erfiðleika í mínu lífi, mjög mikla erfiðleika, bæði erfiðu skilnaði frá manni sem hafi beitt okkur ofbeldi og annað. Þannig að þegar ég fer inn í þennan hóp að þá verður svo mikill múðasingur að þú veist, það í raun og veru sko, þú veist, huginn skrifaði þetta þarna farðu og segið eitthvað við hann og allir læka það sem við verðum að segja og þú veist, þetta verður í raun að vera svona systematically verið að taka mannin á lífi skipulagt kannski svolítið skipulagt einelti og þú veist, við vorum með upplýsingar inn í þessum hóp til dæmis sem voru bara hræðilegar svo, þú veist, elsta barnið hvaðan mamma þeirra var frá og þú ættu sko að vera að beita hann ofbeldi og eitthvað svona neitað mömmunu umgengni og var sko sjálfur talmannafæður þetta var allt svona sem að var verið að í raun og veru að íta í ykkur svona strengi hjá manni til þess að maður fyndi til með konunni og hann var algjör ógeð. En þegar þessar upplýsingar koma til dæmis í grúpinu, einhver sem spyr hvaðan færðu þessar upplýsingar, hvaðan kemur þetta? Ekki neitt. Þetta er bara matað og það er enginn sem rýnir í þessar upplýsingar hvort þessi trúverður er neitt. Það er bara hoppað á þetta og öllu trúað sem kemur neinn. Sko það var líka náttúrulega stórt inn í þessum hópi, þá var
Ingibjörg Dögg, ritstjóri Stundarinnar, óska bara eftir nánast hvern á að taka niður sko. Bara hvað á ég að fjalla næst og það var náttúrulega það blað sem býr þetta til. Vandinn þetta fjölmiðlanir að þeir æsa þetta fyrst upp, kastu þessu upp þarna og eru bara þarna inn í hluti af þessum aktivista hópi. Algjörlega. Og ég meina þar, sko, það var raun og alveg saman hvað þú gafst ykkur tíma út bók sem að reyndar mér persónulega finnst ekki vera viðeigandi fyrir börn. Nei. En það samt bara mín skoðun og ég á ekki að vera eitthvað að blása það allt skilur. En þarna var bara, þetta bókin sem að gáði út, sjáðu hvað var óviðeigandi, bla 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 bla. Við verðum að, þú veist, stoppa hann og bara allir að fara að ráðast á hann og gera, þú veist, dislike á eitthvað og þú veist, Þetta sko erlend bók sem var gefin út í 40 löndum og ég hafði ekki hugsað út í þetta. Það má segja, ef við horfum bara förum við þetta, ég man eftir þessu, það má segja að alla bækur séu með eitthvað að þú túlkar það þannig, hún aðeins svona kannski nær því að vera svona að því hann spjarirnar fjúka af honum þegar hann sko, þegar þú flettir blaðinu. En þá fór ég að hugsa, ég meina Lína Langsokk, hún tekur þjófana og hristið á til og kasta þeim og það náttúrulega bara ofbeldi ef þú horfir á það þannig. En við kannski erum að horfa svolítið fram í þetta bara svona grín. Hann bara fíblast og að reyna að plata, krakka hægt að lesa og eitthvað svona. En ég sko sá alveg það alveg hægt að búa til þessi líkindi en þetta ekki hugmynd höfundar, ég ekki höfundur, ég gef þetta bara út og þetta kemur við át sko. En allt í lagi, en þegar þú byrjar á annað borð sko, þegar fólk komið innan ham þá svo auðvelt að búa til meira og mála einhverja mynd upp og svona og það var náttúrulega, ég fann alveg þetta var skipulega sko, það gerðist, ég vissi eitt og sko, svo fannst mér svo lélegt sko að þið í rauninni hjálpuðin alveg rosalega mikið í þessu máli því þetta bjóð til mjög slæma mynd af mig og þetta hafði gríðarlega áhrif á dómarann. Þeir eru, þið sjáu þegar fjölmiðlar fjallum ykkur mál, allt í einu vakna yfirvöld og laga og eitthvað allt í klessu en enginn búin að velja að gera eitthvað í mörg ár. Sama ávið þetta, dómar eru rosalega áhrifagjarnir. Ef það kemur stór svona umfjöllun, ég var bara málaður upp, skilur sem ofbeldismaður. En hann sko, ég get nú sagt ykkur það að til að mynda í dómsmálinu þá viðurkenndi lögmaður barsmóður minnar sem var frá kvennaathvarfinu, hann viðurkenndi að hafa sett ranga sakir inn í málið en það hefði verið mistök og lögði að hún hefði lagað það en gerði það aldrei og svo héldu áfram í landsrétti með sömu legarnar og jöku þær en dómarinn náttúrulega brendu tók legarnar því að þetta var aldrei lagað en samt á ég skriflega til að hún viðurkennir að þetta var ranga sakir. Og heldur það að verið þrýstingur frá almenningi sem sagt? Já, ég held að þetta hefði haft áhrif á dómara sko, þetta gerir það er bara, þetta síast inn og það verður til eitthvað svona, skilur það bara stimplaður sko. Þetta nefnilega sko, eins og ég segi, heimurinn sé lífi, hann var öðruvísi í gamla daga og þegar eitthvað braut af sér og það kom ekki í blöðunum, og við töluðum það mikið, en ef það fjallaði það í fréttunum, þá vissur að þú fengi 5 sinnum þyngri dóm fyrir vikið. Akkurat. Þannig var það alltaf í þessum glæpaheimi í gamla daga. Þú vildir ekki að fjölmiðlar myndu fjalla það. Þannig að þeir eru án efa dómarar. Rosalega áhrifagjarnir. Sko. Rosalega áhrifagjarnir þegar það kemur eitthvað fram í fjölmiðlar. En það þetta bara alveg óbúslega lítið land sem við búum í. Sem þýðir það að allt sem að fer í fjölmiðla, það vita það allir. Nei, þetta er samt hræðilegt dómskerfi. Ef dómar getur dæmt frá hendur sem hvað honum finnst, það á auðvitað að vera fastur lagarami yfir bara hluti og það á bara að vera að skrifa niður, dómar á ekki geta tekið einhvern veginn og bætt árum óna og eitthvað eða minna, eða tekið máli jafnvel fyrir eða sleppti að taka fyrir. Við þurfum einhvern veginn aðeins að endurskoða dómskerfið þarna sko. En ef við aðeins báum aftur í því sem vorum að tala með þarna múasing og uppbygging og því, svo frétti á því af því sko Hallveigarstígur þarna sem þarna svona kvenna hreyfingar og svona þar var haldinn svona fundur þar sem barsmóður mín stóð upp og listi bara einhverju og þar var peppa svona í þessar árásir áfram. Þetta heyrði ég einu, ég veit ekki margir ég var ekki að nei, en ég vissi ein sem var dæmt fyrir meðir í gegn mér hún sagði þetta, þarna mætir hún bara þetta er bara svona, sko, og þarna þetta er bara kjarni kvennarhreyfinga á Íslandi á þetta hús og heldur svona fund og býr til þetta kom ekki bara frá fjölmiðlum, þetta kom líka frá svona þessum kvennarhreyfingum sko, sem voru að vinna í þessu og búa til þennan svona slagþunga til að það færu bara allir á stað og búa til ykkur og svona Svo þetta líka það sem fólk held ég í samfélaginu skilur ekki, það að, þú veist, ok, já, þarna hópur, en þetta kannski max 40 konur sem eru bara þarna og allt í einu lítur út fyrir það allt Ísland. Þarna mættinn og kommentakerfi til að gera lítið úr einstaklingnum sem verið að ráðast gegn og það
ég varð alveg vör við það í gegnum rosalega mikið af umræðum, það var ekki bara Huginn sem var tekinn fyrir hana. Nei. Það voru alls konar menn eins og bara hann söngvari. Ingo. Ég meina þetta, það var rosalega mikið bara þessi rosalega harða umræða sem að allir voru bara, það getur ekki verið annað en satt. En þá var kannski mögulega verið að segja, hver hefur lent í því að hann hefur farið yfir línuna hjá þér? Og já, þú verður að fara að segja frá. Þetta meikar ekki sens og alveg eins og þegar við við viljum ekki láta dæma okkur án þess að það sé búið að sanna það, þá er það nákvæmlega sama og þessi menn eru að lenda í. Það er þeir, það verið að dæma þá fyrir eitthvað sem að er ekki búið að sanna á það. Og það er náttúrulega meðal annars það sem Huginn lendi í. Ég get bara sagt náttúrulega frá því sem ég gerði. Ég er ekki, hæfið að tala hvað var bakvið hugsunina hjá hinum. Nei. En þarna var þetta bara rosalega mikið mitt múasingur og verið að íta í eitthvað svona samkennd. Að finna til með barnsmóður hans, að finna til með barninu þeirra, að finna til þegar að þú fórst þarna í kvennaathvarfi út í Finnlandi, var það ekki? Það var búin til svo saga að ég hefði verið ykkur ógn eftir hún dæmd fyrir að taka barnið í burtu. Þá lýgur hún því í stundinni að ég hafi verið ógn á mér og ég hafi ætlað að taka barnið í burtu. Ég er nýbúin að vinna dómsmál og er bara að fara að sækja barnið í rauninni. En þar kom strax í ljós í Finnlandi að kerfið manneskjan sem var dæmd fyrir barnsrán mátti ein fara með barnið til Íslands. Svo hélt hún brotunum áfram, fór inn í kvennaathvarfi, ég var ekkert að hundeltana, ég vildi bara fá barnið líka. Svo var ég þvingaður og blekktur af sýslumanni til að skrifa undir eitthvað. Þeir brutu lög á sáttameðferð sem eru bara lög á að vera sáttameðferð, var engin sáttameðferð. Þá var ég nýbúin að vera blekktur að skrifa undir eitthvað tímabundið samning sem ég gat aldrei endurskoðað. Það var allt svona í steik, maður bara gafti alveg í gegnum allt og alltaf var verri og verri staðan hjá minni eftir hvert einasta þrep sem maður gekk í. Ég var í yfirburðastöðu í byrjunirunni og maður bara ræna barninu og hafði ekkert erindi og ég var meirins að skal ég segja þetta var þannig að dómstóttur matsmaður mat mig hæfari og sagði í rauninni að barnið öllu heldur strangt til tekið hagsmunir barnsins voru best geymdir hér á Íslandi ef þessum hópi var umhugað barnið þá var það best að það hefði báða foreldrar hér á Íslandi. En dómarar neituðu að taka mark á aðal sönnunargagni sem dómstóttur matsmaður er alltaf aðal sönnunargagni í svona forsjármálum. Bara, það er bara, þeir tók ekki mark á hann og reynda að breyta fyrst afstöðu hans þegar þeir voru svo gjössanlega gynkeftir orðið af allir fjölmiðlumfjöllunni, þeir trúðu líka. Það var búið að vera í RÚV og það var búið að vera í Stundinni og svona Það er náttúrulega partur af þessu þarna ég trúi dæminu. Ég trúi ef þú vogar þér að koma með einhverja efasemd inn í þessum hóp að þá bara þeir voru klipptir út bara með því saman ef þú vogar þér að segja bara en byttu komum með einhverja en þetta er það er sannanir fyrir sig að sjá þessa pappira eða eitthvað svo leiðist að þetta ég trúi var svo ofboðslega sterkt að það var bara fast inn í orðalegi hjá þeim. En var ekki með þessu umræða þetta byrjaði á góðun feminista hreyfingin svo kölluðu sem fór síðan út í ég trúi og allt þetta, MeToo síðan en feminista hreyfingin er góð og gild eins og hún var, hún er reyndar alveg orðin afbökuð núna, finnst mér en það verðist alltaf vera sama fólkið sem þröngva sér inn í allar umræður þarna var þetta MeToo gerðu það, núna er þetta sama fólk komist inn í Ísrael-Palestína það hoppar úr einu málefni yfir í annað og það er alltaf sami póllinn bara ef þú ert ekki með mér þá fokka þér og bara setjum út af þessa mannesku þú ert bara rasisti eða hvað sem það er þannig að eins og ég held að það hafi gerst þetta hafi byrjað bara mjög þægilega og almennilega og síðan kemur þetta ofbeldisfólk sem bara þarf að fá svona outlet fyrir ofbeldið í sér og það hertökur allar þessar umræður Ég held þetta sé rosalega mikið fólk sem að menn nú er ég náttúrulega mikið pró-Palestínu manneskja og er reyndar ekki mikið á mótmælum lengur út af því sem búið að vera í gangi í samfélaginu okkar en það sem er að gerast þarna úti er þetta er það rosalega átakanlegt að þú horfir á vídeo af barni sem verður að svelta eftir dauða að það gerir automatist fólk bara reitt alveg svakalega og ég menn þú sér allir umheimurinn að snúast uppi það að Ísrael sé að gera rangt sem við erum flest farin að sjá þetta bara
er þetta ekki svona framhald að því það var póliserað kynin svo núna póliserað sko fólk að sjá sikkur hana í þessari deilu ég nú kannski haldið með aðeins sko frá því þó þetta sé hryllingur og svo líka pólisering í já það bara í flerru, í pólitík þú ert annarkvort sko, ertu orðin einhver grænn eða rauður já, klikku þess að vinstri að hægri sko þetta alveg svakaleg pólisering sko, þetta alltaf sama fólki virðist vera sem hoppar á milli mitt og þarna núna, vinstri og hægri og virðist vera beina alltaf umræðinni, taka hana af spórinu og gera hana að svona hatus umræðum og æsir fólki upp, þannig að það ekki bara finnst mér fjölmiðla eiga stóran þátt í því, að þeir græða meira því meira sem þeir ná að egna fólki upp á móti gröðru og láta það rífast þá verður fólk hnegstara og þá fyrir að posta og þá kemur frummeðli í okkur ég þarf að fá fólk með mér í lið til að jarða þennan mann eða jarða þennan hóp og þeir vita alveg hvað þeir að gera með þessu og meðan þá selja þeir fréttina og þá, af því að þetta telur allt í klikkum hjá þeim og þeir sína klikkin hjá auglýsingaðalunum sjáðu, það eru hérna, veist, 30.000 klikk á þessa auglýsingu þannig að þessa frétt þannig að vilt þú auglýsa hjá okkur og það kostar svona mikið þetta bara gengur út af svolítið svona og samt það nú meinfísnir fréttamennana líka sem maður sér það sko, ég var nú hjá 365 að vinna þar sko og maður sá alveg þessa típur sko þetta voru svona típunar þegar þú varst í grunnskóla þá voru þeir fyrir aftan stóra gaurinn rífandi kjaft en lenti aldrei í slagsmálum skilur síðan bara ég kom að nóga litla niður í neitt og þá kom stóri gaurinn á landi sko þessa típur fóru síðan í fréttamilla það er eitthvað þú veist það alveg bakvilaðu fræðingarna rífandi kjaft það er ekkert búin að breytast inn í grunnskóla sko en það er alveg rétt sem þú segir með þetta maður sé sömu aðilena alveg aftur og sama, þetta er ekkert endilega stór hópur en hann virkar rosalega stór og við höldum að þetta sé miklu stærra og miklu fleiri og þá það móta svona almanna sín ykkur sko að því að fólk, svona 20 mann sem segja þetta hlýtur að vera þennan þetta eða eitthvað svoleiði sko svo er það náttúrulega líka svolítið sem að gerast núna er að það eru segjum 20 einstaklingar sem að gera eitthvað rangt af sér í þjóðfélaginu ég veit ekki hversu margir en það bitnar þá alltaf á þú veist, eins og þessi taxíuhöndirgaur þarna frikki þú veist, þar var þú veist, hann talaði sómalana, hann talaði múslimina, hann talaði þetta og þetta og þetta og allt í einu þá er komin hatur á þennan hóp bara því hvernig fólk veist, segir það á vitlausan hátt þú veist, bara hatur fyrir kallmönnum til dæmis eftir það sem hann gekk í gegnum Er það alveg múslima þá? Já meðal annars, ég hef fundið það bara sjálf ég get eftir að sjá hérna eftir vídeo sem ég símtal skilabóð fyrir ekki sem ég fekk frá manni bara síðast í gær þar sem að hann er að drulla yfir mig bara því ég er múslim byrju er ég eitthvað verri manneskja því að ég er múslim þú veist, er ég eitthvað að dissa þig út af því að þú gengur í stuttbuxum og þú veist nærból, bara kemur mér ekki við Það er líka svona vídeo á netinu sem er að æsa upp almenning gegn múslimum og þú veist, ég verð að segja sjálfur bara fyrir mína hönd að mér finnst þessi vídeo á ekki efni með hvernig múslimar eru til dæmis farnir að hegða sér í Minnesota það í Bandaríkjunum það sko, sástu vídeo núna þar sem hann er að segja að presturinn eiginlega komi sér út úr bænum Nei. Sko, þeir eru þetta er sko hann er borgarstjóri músliminn þar og hann ef ég man rétt þá voru foreldrar hans Tyrkir ekki alveg viss með það en sko þetta er prestur á einhverju svona ráðstöfnu að bæja ráðstöfnu einhvern veginn og þeir eru að fara í Dearborn held ég að bærin heiti þau vart að flettis upp það við Minnesota Dearborn og þeir eru að fara að nefna götu eftir manni sem er að hygla Al-Qaida og Hamas og svona og þarna og presturinn er að spurja á þessari samkomu af hverju eru við að fara að nefna götu eftir manni sem styður samtök sem hafa þar á meðal drepið Bandaríkjamenn og þarna borgarstjórinn sem er múslim hann bregst bara þannig við að hann skammar hann fyrir að vera með islamfóbíu og því fyrr sem hann flytur úr bænum því betra verður hann mun halda skrúðgöngu því hann er ekki velkomin í þessu bæ og hann segir þetta við prestinn sko og það eru svona vídeó sem valda manni áhugi að því að sko auðvitað eru múslimar þeir eru gríðalegu fjöldi sko en það er líka gríðalegu fjöldi sko
af róttækum múslimum í heiminum sko. Það eru öfgar allstaðar sama hvort það sé í hvern barátunni Nei, við sjáum ekki svona í kristnitrúni í dag sko, Jú, krossinn og allt þetta er allt kristni trú Sko, ef við tökum út Afríku núna nú Afríka að slátra kristnitrúum og nú Sýrland eftir að þeir komast til að valda þar og vera að slátra kristnitrúum við sjáum ekki kristna hópa vera að slátra múslimum ég held bara, síðast þegar var eitthvað svoleiðis þegar það var svona trúastríð kristilegt var það ekki Serbíastríð held ég en það er hvergi í heiminum þar sem kristnir menn er að slátra og þetta er í 100-ástali núna í Afríku þar sem múslimar eru að drepa kristna menn sko. Þannig að auðvitað er það áhyggjefni þegar við sjáum þetta og fólk sér þetta á netinu sem það er nefnilega málið við sem erum sanntrúa eins og ég las Kóranin, ég fyrir ekki gefnum Shahira lögina en eitt svo leiðis þegar þú ert komin út í það að vera öfga eitthvað, þá ertu líka komin út í það að berjast gegn einhverju sem er ekki og Kóranin, hinn heilagi Kóran segja það að menn bókarinnar eru bræður okkar sem þýðir það menn sem eru kristnir menn sem eru gyðingar, menn sem eru kaþólikkar þetta eru bræður okkar, þannig er greinilega einstaklingar komnir inn í hluti að drepa eitthvað sem er bæði og vegi versta synd sem þú getur gert í Íslams sem muslimi þú getur ekki gert neitt verra heldur en þetta er bara beinleið til helvítis En er ekki samkvæmt Kóranum þá er svona svo við segjum bara svona tölverkjartali cheat code á að drepa það er þegar þú ferð í jihad já, þá máttu drepa í boði trúna og það er samkvæmt Kóranum þegar þú ferð í jihad menninguna sko en þá gerur það fyrir bara muslima trúna sko en síðan annað sem líka ókvæðilegt við þetta finnst mér það sko sharia lög það sko þetta ekki bara eins og við þekkjum og nú held ég að margir átti sig ekki á því til dæmis með musliman alla leið sko að ef kristin trúin kemur inn og við getum haft kristileg gildi í samfélaginu, við getum talað það en það ekki lög það ekki sett lög á því að fara eftir þeim en ef sharia lög koma inn í samfélagið það með muslimunum af því að það samhliða trú og lög í að vera muslimi þannig að þú verður að fara eftir sharia lögum til að vera þannig að þau eru ekki bara að fara að breyta sko komið svona trúa stefnu það samkvæmt trúa stefnunni þá þurfum við að breyta lagarammanum þar sem þau eru í því landi og ég held að fólk setja sér mikið upp á móti múslimunum út á því þegar þau átta sig á þessu Má ég kasta einu henni að gefa henni reynslu nú var ég að ferðast í Sýrlandi áður en stríðið byrjaði þar ferðaðist mikið og þar var rosalega hjálpsamt fólk alveg bara ekkert vandamál allir samfélagi stóð saman eitthvað lendi árekstri, allir hlupu til þetta var allt annað það sem getur verið að gerjast að þú ert innflytjandi og kemur og ert stöðast af því að sko það ákveðið mót sko þú klessir á vegg þú færð ekki endilega sko lífið sem þú ætlaðir eða væntir eða eitthvað það verður til eitthvað gerjun ef þetta gerast úr hratt ef við erum eins og með leigubílastéttina þar alveg bersýnilega vandamál það læti og svona og þetta er að gerast úr hratt þetta skilur að þú ert að fá kannski mikið af fólki sem að koma inn í nýtt samfélag það finnur fyrir einhverju svona stöðun og mótlæti ég fann þetta þegar ég var í Danmörku þá fannst mér innflytjendur sko oft vera mjög árásargjarnir þegar ég var bara ungu maður að þá voru þeir eins og þeir var eitthvað að sanna sig gagvart maður bara labba og þá var bara gengið utan í mann eða eitthvað svona sko að þá fannst þeir vera utangars en þetta ekki sko þetta ekki til þegar ég var og ég náttúrulega ferðast alveg gríðarlega mikið heiminn, bakbókaferðalangur og svona fann bara hjálpsemi alveg þetta Egyptaland, Jordaníu, Sýrland, Tyrklandi, æðislegt að hitta fólk, kurteisinn og allt það getur verið þetta sé bara þessi gerjun þetta gert úr hratt þegar fólk og ég mitt líka kannski eftir sjá stundum í því að ef þetta of hratt að tala gildi, þau geta breyst og við viljum kannski halda í einhver sög ég elska ferðast og sjá ólíka staði og upplifa menningu sem kannski svo að hverfa menning á Titicacavatni þar sem einhverju fljóta á bátun ég vil ekki að flæði endilega sko maður vill svona halda einhverjum enginum, menningarenginum og svona þannig að þetta kannski þessi hraði það bara það sem ég að segja það kannski það sem að þeir koma í heilt samfélag þannig sem þú ert að nefna og þá kannski finnst þeim þeir þurfa að fara að býta frá sér
á mjög slæman hátt auðvitað, þetta náttúrulega bara svakalegt en enga síður, þetta getur gerjast bara svona virkilega illa sama fólk og var bara virkilega þægilegt kannski í umgengni bara í sínu svona friðsamlegu svona mojói á sínu svæði skilur, en auðvitað trúi því að fólk geti ferðast, ég trúi að ég eignast erlenda maka og ég meina ég trúi því að þú geti flutt eitthvað millin, það þarf að gerast í skynsamlegri skömmtum sko, það aðalatrið. Sko það vantar líka eitt inn í þetta hér sko, það að við erum að taka við flóttafólki sem að koma að stríðhráðum svæðum og við sem Íslendingar það gerist ekki neitt hérna, það eru götuslagsmál og því miður hnífstúkur reyndar búin að fara aukandi hérna. En þetta fólk kemur frá aðstæðum sem við getum ekki skilið. Þau eru búin að sjá kannski helmingin á fjölskyldunni bara sprengda eða drepna fyrir fram að sig, þurft að fara að sækja lík á einhver svæði sem eru illa farin, þau þurfa að vera drepin bara daglegu veruleiki hjá þeim, þannig að varnaræðileg fer í gang hjá þeim þegar þau búa á svona svæðum. Þau koma hingað frá svona umhverfi, það auðvitað þú getur ekkert búist við að manneskjan sé alveg heil og geð eins og við myndum kalla það í okkar samfélagi. Hún uppfull af áföllum og getur verið að býta frá sér út af einhverju geðrænum vandamálu sem getur komið út frá þessu áföllum. Þannig að stór hluti af flóttamönnum getur verið með þetta. Þess vegna býta það frá sér eða eru bara orðnir árásargjarnir af því að það búið að ganga of mikið á þá sko. En þá komum við líka inn á það sem margir myndu vilja segja, ok, ef það raunin, viljum við þá vera fórna samfélaginu okkar að taka á móti allt og stórum svona hóp að því að eins og við vitum manneski sem á hræðilegt uppeldi og eru uppfulla af áföllum hefur verið lamin af foreldrum og hún fungerar aldrei seinna meir í lífinu þannig að manneski sem kemur frá svona það eru sömu reglur það ekkert víst að svo manneski getur fungerað í samfélaginu og síðan förum við inn á það, manneski sem hefur verið beitt ofbeldi, oftast það hringurinn að svo manneski fara að beita börnin sín ofbeldi, þannig að þetta orðið svona vítahringur sem gengur niður með börnunum og kynslóðunum fyrir ekki, og þannig að það eru sömu reglur þar, þannig að þetta alltaf eitthvað sem við þurfum að ræða og hafa upp á borðunum, en það gallin, ef við ræðum þetta svo við förum aftur út í þennan hóparna, þá kemur sami hópurinn og væri MeToo, þú ert rasisti, þú ert hálfviti, þótt að sé vera að ræða þessi hluti á skynsamma máta. Maður svo þreyttur og þess að má ekki tala og bara, maður ekki vilja neinum illt og maður sé að ræða þetta. Alls ekki. Og þetta líka réttindi í báðar áttir, maður vill hugsa það ákveðið samfélag og búið ákveðinni stöðu og það einmitt konur geta gengið út á götum, það skerðist, við sjáum það alveg eins og í Frakkland og víðar búið að verða bara stórhættulegt. Sko það annað inn á þetta, svo ég kom inn á þetta og svo í að því aftur, nú ég að tala öfga múslima, það eru til 200 múslimum í mínu huga, það góði múslimin og öfga múslimin, sko. En nú eru fullt af vídeum að því að það svo mikið við fylgst með þessu umræðu á netinu og það alltaf bara, þú ert að ljúga þessu. Það þetta bókstaflega að fara á netið og skoða þessi vídeo sem ég að vitna í. En það það verið í Bretlandi og í Texas í Bandaríkjunum. Það eru vídeo af öfgamúslimunum. Þú veist, í Bretlandi þá þeir að labba og skamma fólk fyrir að drekka. Það situr maður og bjór og þeir koma þarna nokkrir múslimanir klæddir í hefðbundin klæðina og eru sérjálögu þessu hverfið. Þú getur ekki verið að drekka áfengi hér. Þeir eru að labba að konum sem eru í stuttu pilsum og eru að skamma þær, þetta óviðandi fatnaðir í þessu hverfi, nú getur ekki verið þannig að þeir eru búin að taka hverfin undir sig og þetta og þeir kalla þetta þeir bara svona foreldravaktin í hverfinu nema þetta múslimavaktina uppi að alltaf seriálögum sko. Það í Bandaríkjunum þá þeir að fara inn í búðir og það myndbönd þessu líka þetta skoðið allt á netinu. Þeir eru að fara inn í búðir og það að kalla haram, það að selja þetta svínakjöt og áfengi og þeir eru að skamma aðra búða eigendur í þessu bæjum bara, þú að fara að hætta að selja hérna og eru fannir að gera kröfur á þetta þannig að það auðvitað slæmt að eins og við segjum sko, þegar að það komið og það allir að fara undir sama hatt og það eitthvað sem við auðvitað viljum ekki sjá við viljum trú frelsi og réttu hvers einasta einstakling að lifa lífinu eins og hann vill lifa því án þess að vera að skaða aðra. Algjörlega. Ég múslimi, maður minn múslimi og svo dóttir sem gyðingur og önnur sem trúlaus. Mér bara alveg sama. Þú veist, ég valdi mér mína trú. Þetta var eitthvað sem ég fann mig inn í.
trúfrelsið mitt leifir mér að verða, þú veist, gera það sem ég vil alveg eins og ég ætlast til þess að börnin mín fá að eiga sama trúfrelsi þau eiga rétt á því að fá að finna út það sem að hendar þeim og það sem þeim líður vel með. Hvað var valdið þess að þú varst múslimi? Hvar tókstu ákvörðun á því? Upphaflega byrjaði ég að lesa Kóraninn til þess að tróða haram þú veist, minn fyrrverandi maki var stanslaust alveg sama hvað það var allt haram þú veist, mátti ekki halda það í hendina mér hann mátti ekki, þú veist, allt einhvern veginn rosalega stífur og upp á borðin þannig ég fyrr bara ok, ég ætla að lesa Kóraninn ég með mitt ADHD og með mína lesblindu satt þarna með Kóraninn bara ég ætla og ég komst að því að þú veist, ég var alltaf rosa kristið barn ég var sundarskóla en átti samt alltaf svo erfitt með að viðurkenna það að Jesú væri sonur Guðs Guð hefði búið sér til barn allt annað í Kóraninum fittaði rosalega vel inn í hjá mér og svo kemur að Jesú var ekki sonur Guðs heldur spámaður þetta er raun og eini risa munurinn á Islam og kristni er það að við trúum að Jesú hafi verið spámaður og meðan kristnir trúa að hann sé sonur Guðs og þú veist þetta við trúum að Maríu mey, við trúum að Móses við trúum að Jósef, þú veist alla englana, allt þetta þannig að þegar að ég fann þetta ég er búin að vera múslimi núna í 5 ár en ég er bara nýlega farin að þora að setja upp hijab einmitt út af bara rosa reiði í þjóðfélaginu það tók mig bara nú er náttúrulega búin að þekkjast frá ég var krakki og þú veist svo sem alveg hvað ég er búin að gangi gegnum allt einhelti og allir viðbjörnum sem ég þurfti að lenda í sem barn var þetta hætti út já, allt í lagi? Já, bara ADHD, já að nei, veist ég man ekki hvað ég var að segja Þú kom með hijab Já, ég meina, já, einmitt ég sem sagt tók mína ákvörðun fyrst að ganga ekki með hijab að því ég var svo hrædd við viðbrögð fólks og það er ekki fyrr en ég lenti viðbrögð frá bróðum minnum og syni hans og allir bara hvað er þú að gera þetta láta hann að stjórna þér eitthvað bla 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 en þú veist ég núna í byrjun árs sagði bara nei veistu það þetta er eitthvað sem mér langar að gera maðurinn minn var á móti maðurinn minn er frá Jordani og er móti því að ég gengi með hijab af því að hann var svo hræddur það að fólk myndi segja að maðurinn er að láta hann gera þetta. En hver er tilgangur með því? Hvað er yfirlýsingin að ganga með svona? Í raun og veru bara að vera ekki að, þú veist, vera ekki með hégum. Ok. Já. Það er að klæða niður hégumann? Já, meðal annars. Þú veist, að vera ekki að sýna okkur á mikið. Ég meina, ég sem múslims kona, því að ég klæði mig marist, að þá er ég að sýna, þess að þá er ég ekki í lagi, en stelpur sem ganga í mínipilsu og ból og þú veist, sérst í magana, það er allt í lagi. Ég er, eins og ég segi, koma aðeins aftur inn á kvenfrelsi, ég er rosaleg, þegar kemur að kvenréttindum, þá er ég rosalega sterk á því að konur eiga að fá að geta gert það sem vilja við sinni eigin líkama. Alveg eins og ég er fulla rétt á því að klæða mig eins og ég vil, að þá hefur hún fulla rétt á því að klæða sig eins og hún vil. Það er ekki mitt að banna henni það og það er ekki þeirra að banna mér hvernig ég á að klæða mig. Nei. Já, þetta er merkilegt. Þetta er, en eins og, hefur eitthvað hugleitt, eða því bara þessi spurning að öll trúarbrögð hafa bæði rangt og rétt fyrir sér. Að konseptið Guð er svo rosalega stórt og mikið að heilin í okkur getur enga veginn skilið það eða haldið utan um það. Þannig að við vitum að það er eitthvað þarna og einu sem við finnum er að það er rétt og rangt. Við getum farið, ef við setjum bara svarta og hvíta orku, yin and yang, mér finnst það fínt. Að ef þú ferð eftir hvíta orkunni, sem er kærleikur og vera góður, þá finnur þú og líður þér öðruvísi. Það er eins og þú stillir inn á einhverju orkutíni, eins og þú sért útvarstæki og annarkvort ætlar að vera að hlusta á X-ið eða FM 957. Hvert viltu stilla þig? Og þú gerir það með hegðuninni og fær þannig orkuna úr alheiminum. Og það er það eina sem við getum eiginlega bara skilið með Guð, af því að við höfum öll upplifað þetta, annarkvort þetta er vondur og þá kemur hatur í þig og þá finnur þú og líður öðruvísi og þú gefur öðruvísi orku og fólk sem er nálægt þér það finnur fyrir því, hvort þetta með óþægilega, þægilega nærveru, en allt fyrir utan það er eiginlega bara svona mannlegt
eins og við gerum allt mannfólki, við tökum allt eitthvað einfalt og við flækjum það, en við getum ekki verið að pæla í einhverju konsepti eins og Guð. Þannig svolítið mitt teika á þetta. Líka bara, þú veist, að sína kærleik. Já, það þetta bara besta sem við getum gert, sko. En að setja sig í einhvern hatt, og að ég held að þetta sé svolítið með trúarbröðuna, að við þurfum að flokka allt. Það eitthvað sem við mannfólk þurfum að gera. Við þurfum að setja okkur í hóp, við þurfum að flokka hlutina, og ég held að trúarbröð það hefur lent þar, og síðan kemur hitt mannlega eðlið í okkur. Við þurfum að rífast. Hver er rétt fyrir sér? Er það trúarbröð minn eða trúarbröð þín? En ég held að þetta sé bara alltaf sama, og það er ómögulegt að vita eða skilgreina þetta konsept, og ég held að þessi bara málið að lifa í sátt og samlyndi og lifa bara fólki vera það sem það vil. Þú veist, ég ekki að labba á eftir einhverju gaur hérna, þú veist, ertu kona eða kall? Nei. Þú veist, það kemur mér ekki við. Alveg eins og þetta, það kemur mér ekki við hvað trú huginn er eða hvað þú ert. Það er bara hans mál. Það er enn ein umræðin sem við sjáum sömu nöfninu vera að blanda sér inn í. Já. Það er bara, eins og ég segi, þetta er alltaf sama fólkið á netinu. Það eru þarna sérstaklega nokkri sem hafa nú kannski ekki, eru kannski komin eitthvað í samtök núna, en eru með þessa hatusumræði og eru sko, þetta er einn rosalegustu ummæli sem ég sé, sko. Það var einn maður hérna að saka annan mann að vera rasisti, og síðan á sama tíma lætur hann út úr sér: ég get ekki beðið eftir að kynslóðin þín deyji svo rasisti deyji með. Maður er bara gerur þér enga grein fyrir hatrunu sem þú spúa út þér. Heil kynslóð, þú getur ekki beðið eftir að heil kynslóð deyji, af því að þú heldur að hún sé öll rasistali. Bara það sem þú varst að segja er miljónsinnum verra heldur en það sem manneska sagði, og ég manu ekki hvað hinn manneska sagði, en það var nú ekkert eitthvað rasistalegt í því. En þetta er ein röddin sem hefur manna hæst. En nú til dæmis börn í dag að verða að þessari kynslóð sem við erum að tala þú veist, börn í dag eru farin að stíga upp og bara, þú veist, þú ert múslimi, ég vil ekki tala þig. En þú veist, ég ætla að segja með karma. Ég reyndar ekki sammála því, sko. Allavega, ég lifi svolítið gegnum dóttur mína, hún er 11 ára. Já. Og hún er mikill pælari. Það er bara, þegar hún var 10 ára, hafði ég sest alltaf hjá henni áður hún fyrir að sofa. Það er svona lítil komið þarna, og það er svona quality time sem við tölum allt, og þá fyrir hún bara að tala Trump og eitthvað, sko, og hún er rosaleg, og veist, hún var að tala Charlie Kirk daginn, hún og vinkurinn, 11 ára gamlar, það eru mjög pældar í þessu, og hún fór að tala múslimana og múslima í skólunum og svona, sko, og þeir eru frekar á hennar aldri, þá eru þeir frekar upp á stalli, svona, þessi fólk lítur upp til heldur en að þessi meira hatur, sko. Hverjir þá, hverjir? Múslimakrakkan er í skólunum hennar, og hún er núna í Seljaskóla, og þetta þeir þykja eiginlega svona meira merkilegri heldur en eitthvað annað. En síðan nú eitt annað áefni, við erum að tala Breiðholtsskóla, og mér langar að spyrja svona, hvað finnst þér það? Nú kom þessu umræðu Breiðholtsskóla og múslimana, og síðan var það grafið upp, og þarna erum við að tala róttaka múslima greinilega, að vandamáli væri að þetta væri bara konur sem eru að vinna í Breiðholtsskóla, og kallmennir, sko, sem voru foreldrar þessa barna, þeir bönnuðu konunum sínum að þeir með ekki tjá sig, en síðan vildu þeir ekki tala við konunar í Breiðholtsskóla, þannig að samskiptin voru bara hræðileg, og þess vegna voru þessi krakkar brjálaðir að lemja hina krakkana, og þetta eru greinilega múslimakrakkar af öfgamúsliminu, eins og ég segi, og þarna erum við komið það inn í samfélagið. Hvað finnst þér það, sko, að því nú sér maður ekki það sem ég myndi vilja sjá, væri að aðrir múslimar að fordæma þessa hegðun? Og við gerum það mörg. Það, opinberlega. Já. Það hefur alveg fyrir fram með mig. Alveg hiklaust. Það. Já, það er til dæmis ég og vinkona mín sem er múslimi. Það er maður sem hafa mikið inn í þessu taxihöndar umræðu, sem við bara búin að vera eitthvað svaka stolkir á gaurinn, sko. Og við stóðum upp og bara, fyrirgefðu, við sem múslimir tökum ekki þátt í því þegar að einstaklingar eru að skemma mannorð okkar allra. En það sem að gerast með þess að stráka þarna í Breiðholtinu, þetta er vandi sem að við sem samfélagi gerðum, og ég ætla bara að segja alveg svo það er við sem samfélagið, við fokkuðum upp öllu, af því að við ákvaðum að þessi börn þyrfti ekki á aðstoð að halda þau kemur til Íslands. Og ég veit að bara eigin raun að hafa barist fyrir síni besta vinur okkar, sem kemur frá Gaza með fyrstu rútunni hérna inn til, þú veist, upp á Katrínutún, sá drengur. Við reyndum að fá sálfræðing hjá honum, hjá félagsþjónustunni, til þess að reyna að hjálpa barninu að vinna úr öllum áföllunum sem hann lenti í.
allstað komið á vegg. Já. Og þessi drengur bara segja þér eins hræðilega og þau byggu niður á Hringbraut. Jú, þetta ekki Hringbraut. Hringbraut. Og Stígahlíð þetta með flugvöllin bak við sig. Og í hvert skipti sem að barnið heyrði í flugvél eða þyrlu, þá flaug hann undir borðið og faldi sig að þegar hélt að vera að koma að sprengja. Já, búið að venja á það, sko. Aðstæðan sem kemur. En færi enga aðstoð. Þarna raunar þess að segja. Vandinn okkar samfélagsins, við í raun og veru fokkuðum öllu upp. Okay. Íslendingar hefðu átt að gera meiri kröfur í það að aðlaga þetta fólk, íslensku gildum og íslensku samfélagi, heldur en að vera bara, ok, þau eru komið kennitölu, ítið út í hotn, þau geta fengið social, fuck you. Þetta sér hraði og magnið og fljótt, sko, við ráðum ekki við það og kostaður náttúrulega eftir því, sko. Ég ekki vissum að við ráðum við að gera þetta vel, þess vegna alltaf verið að tala þetta. Hvort á að gera þetta vel og þá vandaði þetta og er erfitt að segja eins og með ástandi í Sýrland og svona, hvort að ég ekki að hjálpa fólki að komast úr þessum aðstæðum en þegar við erum að taka mikið í einu þá virðist að skila af sér þessu, sko. Við getum ekki segja og það bara, ég veit ekki alveg hvort það sé að Íslendingum að kenna, það bara, við erum bara, við ráðum, þetta of stórt verkefni, þannig að það eitthvað stað gefur það sig, peningarnir ekki endalaust eða fullt af verkefnum. En svo það annað mál, þegar þú segir peningarnir ekki endalaust, það alveg rétt. En þú veist, það alltaf verið að egna hópum gegn öðrum hópum. Þú veist, minni hluta hóparnir, þú veist, við erum að tala hérna Bjarni Ben, eitthvað, þú veist, gaur þarna upp á háastallinum og svo, þú veist, potar hann í þennan hóp og það sko öryrkjarnir og aldrei komnir að móta útlendingunum þegar málið að Ísland með ríkustu þjóðum í heiminum. Við eigum alveg peningar til að hjálpa þessu fólki. Það bara stanslaust að etja fólki saman þannig að stóri ríkiskaurin, þú veist hérna, fái meira í sinnvasa og meðan hinn geta bara, ég til skýrt. Við gleymum þess á sama tíma, við búum við stórkortlegt lýðræðiskerfi. Það er ekki erfitt að verða öryrki á Íslandi og jafnvel vera á bótum á Íslandi. Þetta er ekki boðið í mörgum löndum. Við gerum okkur ofta ekki grein fyrir hvað við styrkjum bara veikt fólk. Og veist, þegar þú veikist í bara flestu öðru löndum, þá þarftu að flytja inn á foreldrunum og lifa á þeim. Það er ekkert kerfi, ekki bakhjálp. Það er ekkert social. Nei, þannig að við gleymum oft hvað við höfum það gott sem Íslendingur og við gleymum að vera þakklátt fyrir það. Ekki ég. Ég er alltaf þakklátt fyrir það. Hvað ég, sem öryrki. En það kemur svo oft inn á þetta, fyrir ekki grip fyrir mér, það kemur oft inn á þetta að það verið að tala um það, hvað við erum rík og við erum það virkilega og þess vegna erum við með svona gott kerfi. Ef það kemur eitthvað upp á í lífinu þá sér ríkið þig og það er mjög sjálfgeft en við viljum bera okkur saman við þetta eina land sem gera það líka Danmörk eða eitthvað sko. Það Svíþjóð, Danmörk, þetta eru svona Norðurlöndin sko. Þetta eru skandinavísku löndin sko. En síðan þú ferð á hinastæðin í heiminum ekkert, það er ekkert svoleiðis. Nei, Bandaríkin eru með mjög lélegt sósíalkerfi. Eru með hræðilegt kerfi. Og en verra ef þú veikist sko. Þú getur bara lent inn á því að vera komin á götuna. Nú þekki ég ekki reyndar sko, gæti bara eftir fylgjum þar sko, en svona yfir höfuð þá verðist það að vera mjög slæmt þarna og þú þarft bara að safna pening fyrir framtíðina þegar þú ert orðinn gamall, þú átt ekki pening og ert ekki búin að vera duglegur að safna þér ævina, þá deyrðu bara hræðilega dauða, bara sveltur eða það er þá kannski food stamp en þá ertu bara á götuna því að þú hefur ekkert þarna að borga reikninguna þína. Þetta er svona, eins og ég segi, við þurfum að læra að vera eins svona þakklátari. Ég var með lausn þessu. Ég hef sagt hann áður en fólk hefur bara actually kaffart hana. Hvað er með hana? Lausnin gefið öllum kennitölu. En. Setjum upp kerfið þannig að þú getur komið til Íslands, tekið þátt í því að vera íslensku samfélagsþegn, farið að vinna eða skóla eða eitthvað annað, en þú getur ekki farið inn á social fyrir að koma með almenna fasta kennitölu sem eftir 4 ár. Já. Þetta kerfi sem ég myndi vilja setja að því þá fengjum við fólki til Íslands sem virkilega vill taka þátt í íslensku samfélagi og það fólk sem nennir því ekki og vill bara vera á sósíalunum og hver ég fæ mesta pening gefins. Það fólk myndi ekkert vera hérna. Ég er sammála, þetta er gott kerfi. Sko, hvar var verið að sitta? Ég las þetta kerfi að rekst að vera að sitta á Lagnar. Er það? Já. Ég er búin að vera að segja þetta í svona 10 ár. Var það ekki Svíþjóð?
voru að Svíþjóð núna að setja þetta fram? Það nú held ég mestmegnis Dani sem hafa verið að taka og að byrja að senda tilbaka og svona, en ég veit ekki, ég hef ekki heyrt þetta með Svíþjóð sko. Ég man ekki, ég var að lesa þetta daginn, ég held að Svíþjóð sé að fara að innleiða þetta, ég gæti á tránt fyrir mig. Það eitthvað af þessu Norðurlöndum sem búið að vera duglega að taka, þeir ætla að fara núna að taka, ég held að það hafi verið Svíþjóð og þess vegna var svo mikið af fólki að flytja frá Svíþjóð, gæti verið að fara að randni. Já, en sko þetta samt bara þetta er mjög sniðugt og sko ég sagði þetta einhvern tímann inn á fundi hjá Pírötum, þú veist, það var í grasrótinni í Pírötum og ég sagði, þú veist, af hverju ekki bara að reyna að koma á lögum nákvæmlega þessu. Já. En ertu að tala um að opna alveg landið bara? Sko, já, að vissuleiturinn til að því að þegar þú ert búin að opna alveg landið en þetta fólk getur ekki komið til þess að fá gefins peninga, þá erum við að fara að fá fólk inn í landið sem er tilbúið að taka þátt í samfélaginu okkar, sem er tilbúið að byggja upp samfélaginu okkar, vinna vinnuna sem að þarf að vinna, þú veist, Íslendingar vilja ekki vinna vinnuna til dæmis eins og vera vinnin og spíturnum og þrýfa og eitthvað. Okkur vantar starfsfólk. En það er kannski ekki endalaust að störfum í þessu, sko, maður sæi fyrir sér að geta orðið ómikil eftirspurn eftir að komast í betra líf. Ég svona er að veltaði fyrir mér, sko. Gæti séð að geti búið til það að kemur ómikið af fólki og skólarnir byggjast ekki nóg hratt upp, við sjáum hann með leigumarkaðin, fólk er að kvarti við því, við náum kannski ekki að anna ef við opnum það svona rosalega mikið. Ég er ekki alveg samfærður. Ég held einmitt eins og þeir að segja með þetta er að þetta er svo gott kerfi sem við búum við, að þá er það íþyngist hraðar fjárhagslega lönd eins og Ísland, Svíþjóð og Noregur. Ef fólk fer á þetta, og þetta er góður punktur, þetta er valið alveg svona að tala um Gylfa, að þetta er fljótt að verða mjög fjárhagslega íþyngjandi á þessum löndum ef þeir að fara, og það verður voðalega gott ef þeir, og maður er rosalega ánægður þegar maður sér að þeir sem eru búin að læra íslensku er að taka þátt í skilur og er með flotta vinnu og bara verðist að leggja sig fram, bara sáttu við þetta. En svo sjáum við líka að kannski, og það er verið að tala um önnu kynslóð og þriðju kynslóð sem bara er bara sátt við að komast inn í þetta kerfi, og ég myndi óttast ef það verið opið að það væri töluverðu fjöldi af fólki og oft ekki fátækasta fólki. Það sem maður horfir á, þeir sem eru að ferða svona, þeir eru ekki þeir sem eru fátækastir í þessum löndum. Sko, þá er ég ekki að tala um kannski stríðshrjáð svæði sem er tekið fólk og flutt, heldur þeir sem geta farið og keypt flugmiða og flogið hingað og svona, þetta er ekki fátækasti hópurinn. Sko, þess vegna er alltaf þessi, að því nú er ég viðskiptafræðingur, það er alltaf þessi, þegar ég er að horfa á þetta, þá fer ég alltaf að hugsa, hvernig getur maður hjálpa sem mest, því maður er í grunninn, sko, ég var nú svona, ég er sósíal þengjandi í grunninn, sko, þó maður verði að huga því að hagkerfið þolir svo mikið og svona. Mesta gagnið þetta er að við getum, sko, við erum búin að sjá þetta í heiminum, síðan ég byrjaði að ferðast í Austur-Evrópu, þvílíkar framfarir og flott hvernig þeir búin að byggja upp samfélaginu, og við sjáum Asíu, sum löndur, sko, miklu nútímalegri en Evrópa. Þetta er þetta lykillinn, sko, við leysum eiginlega ekkert með því að inn í eitthvað örland að taka eitthvað nokkru og hjálpa, en maður vill gera það samt að því að maður sér aðalega þessi stríðsjáðu svæði, það er ekkert annað inn í myndinni. En lausninu þetta er alltaf þetta að byggja upp í heimalandinu, þar getur nota sömu krónuna, sko, 100 sinnum betur ef vel er gert, er ekki spilling og við vitum hvernig það er oft með svona hjálparsamtök. En ég svolítið trúi því að sko, krónunum sem viðskiptafræðingur, krónunum er best varið í þetta, bara ráðumst í stórt verkefni hérna á einhver ákveðnu svæði og byggjum bara upp skóla, innviði, atvinnustarfsemi, og þetta verður sjálfbært, skilur. Þetta er eins og sagan manni sem var ekki kennt að veiða, skilur, að gefða honum fisk í einn dag en ef hann kann að veiða og bjargar hann sér, sko. Ég bara segja bara almennt, þetta er svona dæmi, maður sér þetta sem svona, og þetta er bara að gerast, ef maður skoða tölur og svona miklu minna hungur hann var áður og svona, þó við fáum miklu meiri fréttir af því í dag. Það er uppbygging í heiminum, það er betur bót víðast hvar, þannig að ég svona segja þetta og maður vil sjá þetta aftur helst, eins og í Sýrland og Írak sem var náttúrulega bara fáránlegt þegar ráðist þar inn og öllu rústa. Maður vonar þetta frekar, þetta sé byggt upp og sé lögð, að því að við verðum hálf lömuð ef við erum að nota peningana í að auka fjöldan í velferðarkerfinu hér og allavega þessar tölur sem maður sér eru allavega stórar. Þá veltum við fyrir sér, væri ekki betra kannski bara strategist allavega að prófa, við erum lítið land, við getum kannski verið svolítið að segja bara ok, ég meina,
ef innlendur aðili með erlendum aðila finnst mér alveg sjálfsagt að viðkomandi að koma en hvaða bara prófa hina leiðina bara segja, heyrðu, við bara tökum hennar pening núna segjum allavega helmingun þessu sem við erum með í þetta núna förum með þetta bara í stóru verkefni á nokkrum stöðum og reynum að laga hjá allra fátækustu svæðum þar sem virkilega hungur reynum að laga stöðun og byggja Þú tala með Erlendis á Já, ég að tala það En erum við þá ekki komin út í sama vesenið og í gangi núna í Miðausturlöndum þar sem að Ísrael raun og veru, þú veist, gyðingarnir sem voru að lenda í helförinni í, þú veist, í kringum Þýskaland og allt þetta, Pólland og allt þetta, að þú veist, þá erum við kannski að setja fólkinu á stað þar sem að einhver annar á landið, því þær raun og veru allstaðar þannig, það á einhver þetta land. Já, ég er ekki að senda fólk, ég bara segja fara í staðan fyrir að þetta fólk að koma frá okkur löndum, ég er ekkert endilega að tala að fara að senda fólk tilbaka sem komið, en ég er að segja ég vil að stoppa í innstreymi og vinna, veist ekki að vera að senda eitthvað fólk, þú bara ferð inn í Súdan og vinnur ákveðnu svæði og fólk þar sem fátækast á því svæði og byggir þar upp og hjálpar uppbyggingu, frekar en að komi 100 Súdanir sem við tökum ykkur stóri flugvél og reynum að byggja ykkur stór og dýr hús hérna, þegar við getum byggt 100 hús skilur á við eitt hér, það er þetta sem viðskiptafræðingurinn í mér segir svona næðum við miklu meiri árangri fleiri, því að það er alltaf þetta sem gargað og ég held að flesti vilji hjálpa einhver leit og hafi mikið fyrir náunganum þó að sé nú mismunandi hvað fólk sumir segja bara fólk að bjarga sér og eins og þetta bandaríkjakerfi sem þið voru að tala þetta er náttúrulega hart ef þú veikist og átt ekki sjó þá ertu bara búin að vera við flest trúum nú eiginlega á hitt svona inn við beini, jafnvel hörðustu sjálfstæðismenn svona sjá fyrir sér einhvers konar samtryggingu en já, þetta er svona vanga verkefni en nú komum við eina dæmis úr lífinu mínu og það er þetta að kalla mig rasista fyrir að hafa sagt þetta, ég skal bara taka því þá en vinur minn, hann gekk í Rauðakrossinn og hjálparsamtökin og það var, ég man ekki hvaða land það var en það var í Afríku og það var í samstarfi við Rauðakrossinn að fara þar yfir ég held að það hafi verið 6 mánuðir og koma að uppbyggingu þar og ég svona skaut á hann, þú veist að þú ert ekki að fara að breyta hann innu. Það er ekkert að fara að breytast í þessari ferð og hann var brjálaður út í mig. Hann kallaði mig mitt rasista og bara hvernig dyrfist að segja þetta og gera lítið úr því sem ég er að fara að gera í Elí. En þú ert ekki að fara að gera neitt. Það er ekkert að fara að gerast. Þú kemur úr þessari ferð og þú breytir bókstaflega innu af því að ef þetta fólk hefði viljað til að breyta sér þá væri það búið að því. Þú ert ekki fyrsti maðurinn að fara að reyna þetta. Hann var brjálaður. Hann kemur tilbaka og við ræðum og hann viðurkenndi, hann átt svolítið erfitt með það, en hann sagði að þú hafði rétt fyrir þér. Þau fóru þarna yfir og þau ætlaðu að fara bara í svona grunn uppbyggingu, að byrja á klósettkerfi í þorpinu og voru þannig að sem bara bætir gæðið inn alveg 1 milljón Hann sagði að það nefndi ég enginn, þeir lágu bara einhvers staðar út í einhverju haga og voru að naga gras alltaf daginn. Og þeir reyndu allir að láta konunum sinna að gera þetta, kallmennir, skipuðu þeim. En þeir vildi ekki að konunum myndi gera þetta, þeir Rauða kross starfsmenn, þeir vildu að kallmennir myndi taka þátt í þessari uppbyggingu og læra þetta og kenna síðan öðrum þetta í næstu þorpi til dæmis. Og eina leiðin til að fá þá í þessu þorpi til að taka þátt í þessu var að þeir lofuðu þeim að þeir myndu koma í ljósmynd í bókinu, Rauða kross bókinu þessa ferð. Þeim þótti það mjög merkilegt og þá fóru þeir að gera það. En það var engin vilji til að læra. Þannig að við viljum alltaf halda, við getum leyst vandamál og við getum farið einhvers staðar en vandamáli oftast bara, þú getur ekki hjálpað sömu fólki. Það einhvern veginn bara fast í einhverju og það hefur einhvern vilja til að þróast eða koma áfram. Nú eins og ég segi, þetta hljómar rosa rasistarlegt. En þetta bara staðreynd alheimsins að það búið að reyna þetta í marga 10 ára núna. Hjálparsamstör að fara þarna til Afríku, reyna uppbyggingu, en það virðist ekki. En síðan, það sem gerist þarna í þessu þorpum, nú var ég mikið að kynna mér Afríku og það ef fólk vil alvöru skoða viðbjóð, gleymið í Ísrael, Palestínu, farið og skoða það sem að gerast í Afríku. Þar bilun í gangi, Þeir fara og þeir bókstaflega þurrka næsta þorp út af því að næsta þorp þetta búið að ganga núna í 100 ára þú kemur með einhverju uppbyggingu í næsta þorpi loksins eitt þorpi sem svona gerum eitthvað og gerir eitthvað almennilegt og fyrir að eignast eitthvað almennilegt og þá næsti ættbálkur af því þetta alltaf ættbálkar þarna þeir hafa helviti gott þarna þau erum að drepa þá þetta bara svona víkingar eðli svolítið ennþá
þarna hinum megin nema við köllum ekki í vikinga því þeir eru í Afríku en þetta er svolítið ennþá þar í gangi daginn í dag og það bara bláköld staðurinn og eins og ég segi þetta góð hugmynd og þetta frábær hugmynd sem þú segir að leggja inn peninga og fara aðstoða þarna en það bara búið að reyna þetta aftur og okkur virkar þetta ekki sko, að því við erum að tala hreint út þá þetta nefnilega ágætið stæmi með Afríku fyrst kannski tölum það, sumstar þetta virka að sko við sjáum í Arabaríkjum alveg svakalega uppbygging alveg vá bara sko sum löndin eru bara orðin að gera geggjaða hluti í svona risaborgum náttúrulega byggja upp nýjar Dubai ég bara á kring sko United Arab Emirates þeir eru nú búin að gefa út nokkra bækur eftir mig ég sem á samskiptum þangað og Saudi Arabíu og fleiri sem maður búin að sjá en þetta alveg sko að þið verðum að tala hreint út þetta auðvitað ákveðið spurningamerki með Afríku mjög mörg löndar virðast bóla í bara samfélagið heldur sér orðið sjálft niður eitthvað neginn, spilling eitthvað skonar, ég veit ekki hvað þetta það bara, við erum að sjá alveg ótrúlega hæga framför finnst mér, ég alveg samanlega þessu með að við erum búin að sjá sko, nú ég hann að Asíu, ég hef lítið ferðast um Asíu en ég var í Asíu og þá sá ég sko, þá fór ég inn í skógin og sá hvernig fólk bjóð þar og svona byggu flestir en svo voru þeir komnum í mjög nútímalega lífistandard við annar staðar þannig að þessi uppbygging að gerast stundum gerist þetta út af hjálparstarfi stundum gerist þetta út af business, peningaflæði strendur, veist, það að koma svona eitthvað og bara svona en ég auðvitað alveg þessu sami það auðvitað svekkjandi að sjá að Afríka ekki að sko álfan ekki að ná sér nógu vel upp það ég bara hreint út þetta alveg það sama þannig að menn hafa talað um það sem hafa farið með peningana gríðarlega erfitt út af það sko vera að svíkja skilur það, þú kemur að láta setja upp eitthvað klósett og ef þú borgar fyrirfram getur þú glemt þessu veist, og allt þetta virðist vera, þetta getur verið grafið inn í kultúrin, þetta getur verið eitthvað skilur það eitthvað sem sko, þetta að kenna nýlendustefnunum gengur ekkit upp þegar maður skoða fullt af nýlenduríkjum sem búin að rífas upp sko, það þetta ennþá arðrán víða en það dugar ekki til þess eiga svo mikið auðlindum sko. Þetta spurning einhver uppbyggingu sem bara eins og segir, kannski ekki vilji, kannski kultúrin ekki að, veistu, þetta náttúrulega træpal svona einhver ættbálka menning sumstaðar sko maður horfir á þetta og veltir þessu fyrir sér maður finnst, þannig ég að sjá til dæmis núna í Suður Ameríku ég ferðaðist þar fyrir svona 10 árum síðan 9 þá var sko, það orðið gríðaleg uppbygging þar, svo álfa að taka við sér, veistu að verða svona, ég fór aftur núna fyrir 1,5 ári síðan til Perú til dæmis og alveg gríðaleg uppbygging að verða, þetta sko, ég efast ekki það maður en kannski að hluta til fordómar með Afríku, en það sem ég sé og að kynna mér og svona, þá finnst mér þeir sitja svolítið eftir, það bara þannig og stór álfa líka í þessu, að því að núna eitt af þessu stórum málum kannski með svona, sem það alltaf verið að hræða okkur með hamfara hlínun og svo fólksfjölgunna og þetta, kannski stóri þátturinn að fólksfækkun núna, ég finn þetta, ég var að ferða svolítið mikið núna í vor og sumar, að það voru mikið af konum að segja við mig að þetta alls ekki eignast börn, bara þegar þeir eru orðnar svo hræddar við ástandið og það annað, sko, það eins og með fólksfjölgunna, hún að draga saman, fólk bara hætt að vilja eignast börn í Evrópu og Japan og það eitthvað svona hræðsla við heimunum sé að fara, vilt ekki koma með börnin innan heim, en við erum að tala það kannski svona eina fáu stöðum sem svona ennþálega gríðaleg fólksfjölgun og fátækt þetta oft í sveitunum og krakkar eru vinnuafli í rauninni, að það Afríka líka, sko. Ég líka búin að segja sko, ef þú vilt að fólk fara að eignast börn aftur á, slekkur bara á internetinu og það ekkert betra að gera heldur en að eða tímanu þannig á kvöldin sko. Líka, það bara að dreifa mér. Ég á 5, það var alveg bara hellingnett líka samt sko. Já, ok. En þetta bara húmorinn sko. En síðan það líka bara samfélagið er byggt upp þannig að það var miklu, það nú bara stutt seinna, það meðal bara foreldra mínir sko. Þá var mamma heima sko og pabbi, hann vann all daginn. Þetta næst í orðið bara ómeðlít nú þurfa bara til að halda upp góða heimila þurfa báði foreldrar að vera úti vinnandi og þetta hræðileg staða í samfélaginu í dag sko ég hlynntur því að og nú skiptaði mig engu máli hvort það sé konan eða faðirinn til heima bara að sé annað foreldri heima alveg barnið, að börnin sé ekki send á einhvern leikskóla og skólinn frístund eftir á og þetta fólk alveg börnin alveg meir en helmingin af tímanum sem á hverjum einasta degi í æsku barnana og
og þetta held ég sé að því að við nú erum að sjá þess að unga fólki koma út hérna og að fara með sjálfsmorð eða stinga á hvort annað og miklu bara ruglaðara, miklu meiri neysla og ég held að þetta spili rosalega mikið inn í að nú eru þessi krakkar sem hafa verið aldur upp af skólunum og eiginlega bara í yfirvaldinu allar að koma út í samfélagið að því að þessi hefðbundnu heimili ekki lengur til staðar það bara, þú veist, ekki annarkvort foreldri heimi sem var auðvitað alltaf móðurinn sem var áður fyrir í flestum tilvikum, langflestum tilvikum en ég held að þetta sé núna svolítið mikið eitur í samfélaginu sko. Einstætt foreldri hefur líka rosalega, ef það er einstætt þá það ennþá minni tíma börnin fá svolítið lítinn tíma fólki verður að vera að vinna, það í sambandi og jafnvel einstætt foreldri bara hefur alla tíma til að sinna barninu sína í væntum þykju, þeir svo mikið hrað og mikið maður svo þvingaður í að ná næstu mánaðamótum, greiða reikningana, veist, hafa tekjur, veist, þetta sem held ég sko sé svolítið eitur, af því að þá eru krakkarnir, þeim sinnt minna, fólk alltaf þarf að gera eitthvað, vinna lengri, sko, eitt með til dæmis leikskólamáli, ástæð fyrir að ég var rithöfundur og ég viðskiptafræðingur og var að vinna í verðbréfafyrirtæki og bara gekk mjög vel og átti fína framtíð. Ég sá bara fram á að þetta hendaði mér ekki að henda barninu inn sko 12 mánaða, 18 mánaða eins og ég sá reynda að ég var í námi út í Svíþjóð, lítill strákur gat valla skilur tjáð sig, komið með hann 7 á morgni og sótt hann sko 5, að þeir foreldrar unnu eitthvað stær langt í burtu og þurfti að komaðast tilbaka. Þetta held ég sé rosalega slæmt, reyna að vera með börnunum allavega til sko heima með til 2 ára aldur, veist, en við bara verðum að gera þetta, við varum bara í samfélaginu þá verðum að bara áfram gakk, koma börnunum á leikskóla, byrja að halda næstu, sko þetta er það sem að gera, sko, þessi pressa bara. Já, og þetta held ég að hafi svona áhrif á barninir, að því að nú allt orðið sko bara frami og peningar og við erum orðin rosalega materialistar, bara sem samfélagi í heild sinni, við þurfum að eignast meira eignum, við þurfum stærra hús, flottara bíl, veist, og ég held að það hafa aldrei verið svona mikill materialisti í fólki áður eins og núna, í gamla daga vildur bara eiga notalegt heimilega sem leiði vel og mat út árið og þú vildur ekki stækka og þú veist ekki keppni við nágranna eins og við gerum í dag sko. Já, og þetta spillir svolítið fyrir, við þurfum bara að koma aftur svona fjölskyldugildunum inn að það bara það besta sem þú finnur í þessu lífi fjölskylda, það eiginlega ekkit betra heldur en það þegar þú ert virkilega ástökin, það besta tilfinning, það engin tilfinning sem jafn góð það og þú elskar börnin og þau alveg upp saman, en einhvern veginn virðist það vera, og það bara rangt að tala um það opinberlega í dag, því miður þá það móðga ákveðin hópa af fólki sem getur gegn spött saman að því að það samt falleg hugsjón, þú veist að þú veist, mamma og pabbi elskar hvort annað og séu góði foreldrar og þú veist að allt sé í góðu lagi, það bara allt og sjaldast það þannig. Það svona enda konur á því að verða einstætt foreldri eða faðir á því að verða einstætt foreldri bara því að foreldrarnir gátu ekki fundið út leiðir til að vera góðu hvort annað fyrir börnin. Já, staðan allavega svo að það miklu meira skilnaði og þá finnst mér svo mikilvægt út af þessari breytingu að það sé tryggt að börnin hafi það bil jafnan aðgang ef foreldrar báðir hæfir. Það að þú vorst að segja, þetta svo dýrmætt og svo mikil væntu þykja sem báðir foreldrar hafa til barnanna sína og svo gerist það allt og oft það kannski annan foreldri sem bara klippt út úr lífi barns, skilur. Það alveg svakalegt. Getið ímyndað ykkur niðurbrotið og með þessu kerfi sem svo ósanngjarnt hérna á Íslandi sem að hygla mæðrum, getur alveg verið góð móðir en hún kannski verður reið eða hvað sem veldur, en sjáu þið sko skaðan og niðurbrotið og búa til andlega veika einstaklinga sem fá ekki að hitta börni sem getið ímyndað ykkur sko bara ég þarf ekki einu svona ímyndað mér að ég var í þessari stöðu svolítið tíma sko bara, þannig að þetta alveg svakalegt og þetta skiptir svo miklu máli og þetta dýrmætasta og allt og lítið talað það þetta, væntu þykja fá að sinna börnunum sínum og skilur og þetta og leika með þeim þú veist, eiga þú veist tíma með barninu en ég hérna, við tölum aðeins með trúmál og svo þetta en að blöndu því saman karma ég rosa sterk á því að karma virkar alveg ógeðslega vel og hérna þegar allt gekk á með huginn að þá vorum við náttúrulega rosa heift við hann og hann var sko það var bara talmaður þú veist endalaus umræðu það af hverju talmarinn ekki bara okkur fær hann að hitta börnin og eitthvað svoleiðis ég held í alvörunni að þetta hafi verið mitt karma það sem ég gerði huginn að horfa upp á svo manni minn lenda í nákvæmlega sama hlutnum þar sem að hann fekk ekki umgengnu við börnin sín
og horfa upp á makan sem maður elskar svo mikið gráta líka við í fanginu á manna því að hann fær ekki að sjá börnin sín hversu ömurlegt það? Hann var tálmaður svona eins og við lenti í og logið upp á hann og þar með talið að kvennaðatkvörinu konurnar í kvennaðatkvörinu tálmuðan alveg svakalega og lögu upp á okkur þú veist bara þvílíkur ógeðslegu legarna sem við fengum upp á okkur og það þegar það verið að setja einmitt þú veist það sem einhver annar segir og sem sannleikan í staði fyrir sko það alveg sama hversu þunna pönnuköku þú býrð þú alltaf með 2 hliðum það svolítið þú veist málstiltekið hérna þú veist það bara hlusta á konuna þarna inn í kvennaðakari og hún fekk bara að segja það sem hún vildi sem kemur svo í ljós fyrir fram að dómstóla og hún laug öll og í staðinn þá erum við ekki búin að fá að sjá börnin í 2 ár hversu fáralegt það var það þetta sem breyti núna sem við förum nú aftur í byrjunina hérna aftur sko við erum nú aðeins búin að hoppa svona ADHD umræði hérna úr einu yfir í hana sko en það skemmtilegt podcast þegar við förum í svona flæði en sko var það þetta sem breyti hugan á niðunum eins og við segjum sko nú varstu alveg eins og grimmasta þarna það bara verið að segja þetta þér og maður sá alveg póstana og þarna en síðan bara breytist eins og vorum að tala hérna og þú hugsaður alltaf öðruvísi þetta og þetta jafnvel eitthvað sem þú sérði eftir í dag alveg heilan helling sko þú veist að ömurleg upplifun að þú veist hafa gert fólkið já og þetta var væntanlega það sem breytti þá nú hvað var það sem breytti því og hvað komið í þetta hugarástand að þú sást svona ljósi ef svo orðum að koma upphaflega án þess að vera eitthvað hérna ít undir egoið hjá ónefndum manni þá hitti ég vin minn í Kringlunni sem skammaði með þess og bara Gyða, hvað ert þú búin að vera að gera og bara hvernig væri aðeins að fara þú veist að þú veist leita inn á við og vera ekki með svona fulla gremju og það mun vera þú já. Það er svona upphaflega það er svona upphaflega þú veist þar sem ég hætti að æla yfir internetið þú veist auðvitað gerist það ennþá þú veist þegar mann líður illa þá er þetta rosalega auðvelt að fara hérna í eitthvað internet tröll dæmi skilur hvernig það bara svo við förum aðeins í það og við erum ekki að tala hana mann sem veitir í Kringlunni sko hann er margt klárt í honum sko hann á sinna galla og gæði en hvernig stemning þetta? Kemur maður bara heim eða bara heima síðan fer maður bara rólega á netið og byrjar að skoða kommentin og byrjar maður bara að æsast upp og hvernig tilfinningu þetta? Sem verður maður bara brjálegar og nákvæmlega þetta er eins og með yin og yang skilur bolti sem rúlla bara svona upp einhvern veginn og síðan bara fer maður bara með einhvern veginn já, alveg svo þetta er svo að segja með hann svarti hluturinn og yin og yang þú veist, þegar þú lifir inn í neikvæðni að þú gefur bara neikvætt frá þér ef þú lifir í því að vera stanslaust þú veist, í einhverju svona neikvæðni og mér er svo illt hérna það verður illt hérna og hérna punktur þú veist, heilin á okkur er þetta sterkasta fyrirbæri sem að til er og ef við ætlum að vera hérna stanslaust bara eins og í þessu tilfelli með hann huginn að þú veist, fara inn í eitthvað svona samfélag ég var að gangi gegnum til dæmis þarna mjög ljótar skilnað og maður sem að hélt mér í fjárhagslegu ofbeldi í mörg ár þar sem að tók svo langa tíma að skilja hann og ég einhvern veginn bara var svo uppfull af reiði að í staði fyrir að þú veist vera bara ok, ég ætla að reyna að taka hlutir með ró að þá var ég bara hérna á netinu bara út halvviti, einingi, fara á dreftið hlutir sem maður á ekki að vera að segja og svona leita að leiðum til að ausa úr reiður til þess að losna við þess að ógeðslegu sársauka orku svo út með og það er raunverið þar sem gerist þarna með huginn og mig allavega, ég get náttúrulega ekki tala fyrir hinnar það er að ég er að gangi gegnum bara mikið þunglindi, mikið kvíða með leið ógeðslega illa þarna og ég fer í staði fyrir að fara að leita með hjálpar þá fer ég á netið og spúa út einhverju ömulegri neikvæðni og ertu eiginlega svona að rækta reiðina halda bara eldunum gangandi fæðan einhvern veginn og svo er það sko ekki fyrir en í raun og veru þú veist, eftir þetta hérna, það sem ég fór að hugsaði bara, þú veist, kannski er þetta ekki alveg rétta leiðin og ég fer að leita með hjálpar og kynnist manninu mínum og þar með talið horfi upp að hann lenda í því sem hann er búin að lenda í að ég svona, þú veist, shit það sem ég gerði þessu manni alveg sama hvort að þú veist, ég hafði beina afleiðingar eða ekki, var bara ógeðslegt og bara, þú veist, hér með langar bara að beðið afsökunar á því hvað ég gerði. Ég kann vel að meta það, ég held að þetta sé akkurat það sem maður er svona að reyna að sjá að samfélagi bara vakni og átti sig á því og læri af því, það er aðalatriðið. Þetta er fallegt. Þetta er bara fallegt, það er bara þannig.
Og þetta fyrsta ásökunin sem við fengi fyrir ekki að greipa þarna fyrir í þessum málum eða hefur eitthvað af fólkinu sem Ég held ég hafi fengið einhverja sem hafa svona kannski ekki tekið mikið þátt en svona eitthvað aðeins en jú, það má nú segja kannski svona stóra þarna að því að Gyða var nú þarna sýnileg í þessum hópi og nokkrir aðrir en já, og það bara dýrmætt því maður finnst sko í upphafið hugsaði maður bara þetta væri í rauninni aðalatri var að fá fólk til að átta sig á því að þetta ekki rétt kasta þessu svona fram og þá maður í rauninni þá það komið í rauninni með þessu það var sama maður var að hugsa alla tíð sko í þessum málum maður fengi svona hálfgerð uppreisn æru með að annarkvort fólk dræði þetta tilbaka og eða þá að myndi falla dómur en svo var það náttúrulega áreiðanlegt þegar kerfið fór að snúast svona. Það náttúrulega bara hræðilegt að vita til þess að partur af því sem maður gerði hafi við gert það að verkum að þú hefur mist barnið. Já, sko ég líti í rauninni, sko svona líti ég á þetta. Þeir sem tóku þátt í þessum árásum á mig og alveg í það að líka barnsmóðir mín. Það alveg ótrúlega maður reynir átt að sjá því þú byrjar að búa til sakir og ert tilbúin að fara í þetta er merkilegt. Við vorum búin að vera í sko brottnámsmáli í Finnlandi, hún sakaði með aldrei ofbeldi þar eða neitt. En ég líti ekki á þetta sem stóra vandan. Við einstaklingar eins og við byrjuðum á að ræða, við erum svo mismunandi, við getum gert mistök og við getum æst upp og fjölmiðlar æs okkur. En mér finnst verra þegar ég sé að eftir að ég næ að fá strákin aftur og tekst það að þá sé allt í einu stjórnsýsla farin að hjálpa henni að gera þetta aftur. Ég skildi alveg að það væri reiði og það margir, skilur, þetta eru mikla tilfinningar og fjölmiðlinn stundin var að espa þetta upp og rúf, en aðal sko sorgin og það sem braut mig gjörsamlega niður var að sjá lögreglu, gef ekki skítið það þó ég gat sannað þetta, sjá dómstóla fullyrða að hún væri að segja frá eigin upplifun þegar ég er búin að sýna fram á í gögnum og ekki eitt einasta gagnstiðu við það sem hún lagði fram, meira þess að var það þannig hún neitaði að koma, kannski líki þitt mál, það var allavega sumir sem báðu barnsmóðurmennum að koma sem vitni, hún vildi ekki segja neitt meira og meira þess að því ég stemdi henni þá neitaði hún að koma fyrir dómstóla átti þá að túlka hluti mér í hag sem var ekki gert, að því hún vildi ekki tjá sig meira, hún vissi þetta var, hún gat ekki svarað fyrir þetta og svona og það fór svo í mig að sjá dómara vera tilbúna í rauninni rændu dómstóla barninu aftur hún reyndi að ræna því í byrjun ég náði að spyrna gegn með því og sko við sjáum svipumáli svo í Svíþjóð og Noregi þá eru konur sem gera þetta eða bara fólk sem gerir þetta það svipt forsjá veist þú rænir ekki barni og svo bara allt í góðu en þarna sko ég svo virkilega þetta var bara sko maður broti niður skref fyrir skref sýslumaður blekkti mig, rústaði málinu, svo koma dómstólar, þeir eru með eitthvað svona, bara svona slúðurtal gagnvart menni og maður bara trúir því ekki að því að þú byrði þessari búblu og við erum búin að vera að tala um lýðræði og mannréttind og við búum í frábæru landi, en svo þetta var svo rosal, ég veit að því sko, þú gerir ráð fyrir einstaklingar mismunandi, en að sjá kerfið vera tilbúin að gera þetta. Þessi nógu margir í kerfinu sem eru tilbúnir að virða ekki lög, reyna aðstoða hana að taka barn í burtu frá föður. Aðskilja börnin mín, skilur, dóttur og son. Þetta fannst mér alveg hryllingur. Og þeir sögðu mér þessi dómsorði, vinnu gegn hagsmunum barnsins. En samt, það maður hann í hag. Þetta alveg ótrúlegt og svo bara, þeir bara beina ábyrgð dómara. Svo þurfti ég í 2 ár nánast ekkert að hitta barnið, hún hélt áfram að brjóta. Þangað til, svo skrifa hún bók um það, þangað til hún hætti að brjóta því ég fór í dómsmál eftir dómsmál, barðist þessu hundur og þetta algjörlega eyðilagði mig andlega og líkamlega, af því að þetta er svo erfitt. Þú berst, þú ert alveg búin á því og hún hætti að brjóta mestu þegar ég var búin að fara í ótalum mál, var búin að vinna eitthvað málum þau sögðu já hún að brjóta en þau gerði ekkert. Og þá alltaf fór ég aftur á áfriði að lendingu, þá eðilega bara málið og tók ekki minn hluta, tók hennar og staðfestu allt sem hún sagði og lokuð þess að því nennis ekki. Alveg eins og en hún hætti að því hún vissi að ég færi fleiri dómsmál og hún skrifaði bókum að ég var að beita henni ofbeldi með því að færi í þessi dómsmál, að því náða stoppa þessi brot. Þetta kom mér mest á óvart.
ótrúlegt að við séum í nútímanum á þessum stað og svo sér maður alla þess aðra feður sem í þessari sömu stöðu eins og þetta nefna og það bara manni blöskrar hvað eru margir feður sem fá ekkert að hitta barnið sitt gátt ekki barist eins og ég búin að berjast ég sé menn eru alveg andlega búnir þetta hryllingur það sko, ég þekki alveg fullt að dæmum það sem þeir bara geta þetta ekki lengur og lífið farið úr augunum þeir eru bara, þú sérð þessi gefur okkur bara neistinn hann farin andlitið er orðið flatt og þeir eru bara búnir það eins og sé búið að draga sálinu úr þeim að standa í þennan barða ég held að sé ekkert meira sem getur jarðað okkur heldur en þetta en þetta einmitt ofbeldi sem við þurfum að verða fyrir og ég aldrei talað með okkur kallmenn að það þegar fyrirvændi maki að því að sko ég veit ekki kannski þetta öðruvísi á konum en ég held að hver einasti kallmaður og væntanlega hver einasta manneskja varðveitur orðspor sitt og það versta sem kallmaður getur mist held ég sé orðsporið þegar að vera að rústa okkur og það versta sem við erum kallað að vera að kalla okkur ofbeldismenn ef þú lemur konuna eina þá ertu bókstaflega ekki kallmaður lengur þannig að það eiginlega ekki meira hægt að fara að æruðinni sko þannig að þegar að vera að ljúga svona upp á mann og þegar að fólk fer að trúa það það sem þú brotnar alveg niður það bara eins og að vera lamin mjög illa í sálina bara að vera að berja sálina eina það eiginlega svona sama upplifun sko. Talandi að því ég nefndi áðan bara í léttu spjalli að þá að því að maður var svo gjörsamlega lamaður þegar maður lendi þessu að þá lá ég bara stundum bara alveg búinn á því og þá byrjaði ég að finna einhverja sáluhjálp í að spila tölvuleikir sem ég nefndi að því að sko, það var bara eitthvað sem til að gleyma þetta var ótrúlegt ég bara skildi þetta ekki, áttaði mig ekki á því veist, hún tekur barnið í burtu ég á orðræðu þar sem hún er að segja fucking burn in hell og veist, og hata barnið mitt og sem ég áttu veist, og ég er í þessari stöðu veist, sýslumaður er að vinna gegn mér dómar er að vinna gegn mér það er ekki eitt stakt gatt sem hún lagði fram sem gatt staðfest þessar legar og maður gat ekki veist, maður var alveg búinn sko. þannig að þetta er erfiður pakki sko. Já, en núna erum við svona sem við förum með út í svona netumræðu nú erum við að sjá það í Bretlandi sem er bæði ógnulegt en kannski nauðsynlegt að var það ekki á síðasta ári þá held ég að það eru handtekið 12.000 manns fyrir það sem tjáði sig á samfélagsmiðlum ég held að það vera 12.000 einstaklingar handteknir í Bretlandi 2024 ef ég mann þess að tölur rétt þú getur kannski flettið upp fyrir okkur Davíð en sko þurfum við eitthvað svona? Já, 12.000 Var það 12.000, já þurfum við eitthvað svona í samfélagi eins og þegar verið að ljúga upp á mann og veist hvort þessi kallmaður eða kvenmaður skiptir ekki máli þegar að vera að saka mann að vera eins og að hafa lamið barnið sitt opinberlega og vera að segja það mann það ekki bara eitthvað sem við þurfum bara að ílega að við getum kært sá mannesku og hún fær dóm fyrir það af því að þeir hafa verið í svona að mannunum manns og af því að þetta er bolti sem getur rúlað áfram og getur rústa lífinu, eyðilegt lífið haft verri áhrif á því heldur en þú ferð niður í bæ og ert lamin og ferð heim með glóðra en þú getur kært þann einstakling og fengið ykkur peninga fyrir það og hinum einstaklingunum er refsað en ef ykkur fyrir á neti og skrifar eitthvað þig þá getur þú mist vinnuna, þú getur mist alla vinnina og bara út að lígum sko þannig að ætti ekki að vera eitthvað refsidóma við þessu, hvað minnst ykkur? Meiðirðar málin en það er voðalega lítið að vera að fylgja þig eftir það er bara, þetta er ekki það sem ég myndi kalla svona staðal refsidómur sko alveg eins og það er til tálmuna lög þú veist sem bara þeim er ekkert fylgt eftir ég held að það var eitt mál þú veist, með dagsettunar? Nei, þar sem að maður eða kona er að tálma og það fyrir dómur í því máli en það var karlmaður nefnilega það var dæmt eina málið það sem það er fullt af konum að tálma en eini sem hefur verið dæmdur það er karlmaður þetta er ekki hægt að búa þetta til þetta er bara það er rosalega komið þetta er nefnilega það sem er svo skrítið við þetta allt það er við foreldrarnir það er alveg klikkað ég hef ekki heyrt af þessu þetta er held ég enn að velkjast í kerfinu þó ég það? Þetta er 193 grein hegningalag það fyrir kannski sýna mér þetta mála eftir þáttinn, ég þarf að skoða þetta en sko, þú veist, þegar að
193 Já, nei, undan því. Já. ADHD, rosalegt. Þetta allt í lagi. Við erum bara í podcasti. Já, það enginn að hlusta á okkur, þannig að það skiptir ekki máli. Nei, en það bara svona þannig, við sem foreldrar, það var það sem ég ætlaði að segja, við sem foreldrar, við eigum ekki börnin okkar. Þetta ekki eignin okkur, þetta börnin okkar og við elskum þau og við höfum að koma tilbaka sem betri fólk heldur en það var, heldur en við höfum bara að gera þetta góðu fólki. En þegar að við tökum það ákvörðun að meina pappanum eða mömmunni umgengni á barninu, að þá erum við að brjóta á réttindu barnan okkar. Við erum að taka eitthvað sem það mikilvægt frá börnunum okkar að þú ert í raun og vera að beita barnið þetta ofbeldi með þessu. Já. Og það eru margar sem eru hérna, ég hef alltaf verið pínur svona tálmun eitthvað, af því að ég á 5 börn. 2 með núverandi mannum minnum og restin með öðrum útlendingum. Og barnsfaðir annar stúlkunum minnar, stelpunum minnar, hann beitti mig til dæmis alveg svakalegu ofbeldi og hélt ofbeldinu gegnum barnið. Ég hins vegar var alltaf bara nei, ég ætla ekki að banna honum að taka hana, af því að ef ég banna honum að taka hana, þá einn daginn þá á eftir að líta út sem vondamannskja. Hún fer bara í umgengni við pappa sinn, en í dag sér hún hvernig hann er. Nákvæmlega sem son minn, elsta son minn, að þegar að upp á svo staða, við getum unnið mjög vel saman, þegar upp á svo staða að hann var að byrja að lenda í einelti í skólanum, að þá bara heyrðu, ok, ekkert mál, hann færi bara lögheimili heim til þín og við höldum áfram umgengni bara, viku eða eitthvað. Við foreldrarnir, það bara okkar skylda að gera það sem er best fyrir börnin okkar. Já. Og þegar við gerum það ekki, þá erum við í raun að vera að brjóta börnunum okkar. Það alveg rétt sko, en síðan bara eins og vorum að tala og huginn búin að koma inn á þegar það svona skilnaðar og komið svo sterkur tilfinningar upp og fólk, við vitum það alveg, allir sem orðið almennilega reiðir, þú verður svo heimskur, þú verður svo rosalega heimskur og þegar þú ert í skilnaði, þá ert í svona langvarandi reiðiskasti sem getur jafnvel tekið ykkur ár og þá verður heimurinn svo lítill og þú sérð bara þessa einu manneskju sem þú hatar og þú verður að hata alltaf meira og þú vilt bara refsinni. Og jafnvel, þú hættir að sjá hvað er best fyrir barnið þitt líka, sko. Þetta fer bara í eitthvað svona barnalegan ágreining og fólk fer bara aftur í 12 ára eða 10 ára bekkin, sko. Verður ekki þroskaðara heldur en það, sko. Já. Og það er hræðilegt og það er bara mannlegt eðlilega og erfitt að stíga á móti, en þá kemur við inn á þetta. Þá ætti stjórnvöld að spila sinn þátt í og þarna eru stjórnvöld algjörlega að bregðast. Þau þurfa að vera svolítið svona, foreldrar okkar að mörgu þegar að kemur að svona ágreiningi og þá komum við aftur inn á þetta að allar rannsóknir sýna það að þegar þú elst upp bara hjá öðru foreldrinu þá eru miljónsinnum meiri líkur á því að þú endar illa í lífinu, þú átt erfiðara með að sósíalisa við annað fólk og taka þátt í bara samfélagi yfir höfuð og það er meiri áhættur á því að þú einangrast og það eru svo margir þættir sem geta spilað inn í ef þú ert ekki með báða foreldra í lífinu þannig að það auðvitað er best fyrir samfélagi í heild sinni að við sjáum til þess að barnið fái að umgangast báða foreldra. Bara jafnan rétt við foreldra sinna. Já, þetta snýst ekki foreldra í þessu málum eins og við erum að segja, þetta snýst barnið. Það snýst börnin og hvað er hagur barnsins, það er ekki hagur barns að vera tekið í burtu fyrir foreldrinu. Ok, ég og kannski upplifin, segjum, ég og Huginn hefði verið gift og átt barn og það hefði verið stormasamt samband, en það er upplifin mín á honum. Já. Það er ekki upplifin barnsins á honum. Upplifin barnsins er það að pabbi er æðislegur og yndislegur í allskarunda lífinu. En þegar ég fer hins vegar að ganga gegnum skilnað og byrja bara pabbinn er ógeðslegur. Hvað heldur þú að gera barninu? Barnið mun aldrei einhvern veginn almennilega ná að fungera í gegnum lífið því að pabbi er ógeðslegur. Stelpur fara að leita sér að mönnum sem eru eins og pabba þeirra og þetta er svo ofboðslega rangt. Það sem að foreldrar oft og eitthvað sem að foreldrar gleyma í gegnum skilnað. Og ég var alveg gert sek í þeim málum. Í gegnum að ljóta skilnað þá var maður kannski ekki að passa nógu vel orðin. Ég til dæmis heimili mitt panna að tala illa með hitt foreldri. Alveg sama hver það er. Hvort það séu stjúpdætuvinar þegar það koma til okkar eða öfugt, það er bara bannað. Þetta er versta, það er eitt versta andlega ofbeldi sem getur beitt barninu þegar þú byrjar að tala illa með, veistu hvað, pabbi þinn, helvítis mörðurinn, veistu hann er svona og svona og jafnvel þótt að pabbina hafi haldið framjá að segja barninu frá því til þeim, veistu að pabbi þinn hélt framjá mér sko,
til að reyna að vinna barnið, þú ert að rústa barnið. Barnið á enga veginn að fá þessu upplýsingar og það á að fá bara með tímanum þá á það að dæma pappa sinn eða móði sína, hvernig segir, hitt foreldri á ekki að taka neitt þátt í og reyna að beina því að neitt farveg. En síðan eru þetta heimili og við verðum megum ekki gleyma því að og það sem vorum reyndar að tala hjálparsamtök kvenna á sínu tíma, sko, ég get alveg skilið, sko, þær þurfu þetta að glíma við alvöru vandamál og það eru til alvöru heimili þar sem eru virkilega sjúk heimili. Eins og ég myndist nú að ég átti nú öðruvísi líf. Ég var nú sendur á nokkur svona úlingaheimili þegar ég var lítill. Heimili mitt var hressandi, sko. Og þannig að ég upplifði það svolítið sjálfur. En síðan kynnist ég mikið á krökkum sem eru með mér á úlingaheimilunum og kem inn í heimilis aðstæðuna þeirra, sko. Eins og við löpum einu sinni inn og það var bókstaflega blóð út allt hjá einu stráknum. Ég held við verið 12 eða 13 á þarna. Það var nýbúna, það var einn maður, það var svona skrúustólar, kollar eða muni eftir og svona þykkir og þú rúllar niður, allur úr timbri alveg skrúan og allt úr timbri það voru mjög massíur, þetta voru svona 2 vakstarættugaurar og hann hefði tekið hann á koll og lamið hinn í hausi með honum þannig að það búið að spýtast blóð allt og hann búin að bara, við förum hann inn og ég veit svona með bræður að því ég að komin í einhverja heimilisaðstæður öðru heimili hjá einhverju stráki sem ég var að kynnast og veist sem hann var á svona úlingaheimili og hann bara, hvað gerist núna? Þú veist, þetta verður svona, man fattar ekki stundum heimilisaðstæður svona hræðilegar og þarna spurning, sko, hvort að ég vildi þetta stíga eitthvað inn í og fjalla þennan drenga af heimilinu sínu, sko. Það megum ekki gleyma, en síðan það konurnar sem eru hjálparsamtökum, sko, það sjá kannski svona heimili aftur og vinna kannski mikið gott og göfugt starf, eða vinna pottið í þessu, en síðan því miður, þá þetta bara orðið uppsafnað viðbjöður og síðan trillast þar kannski á endunum sem getur hafa gerst í þínu tilviki að það bara, já þetta bara enn eitt málið, þetta eins og sama með lögreglumenn, nú þurfa lögreglumenn mikið sálfræðastoð því að þeir eru að glíma við viðbjöðunum hverju með einasta degi og sjá þeir alltaf versta að endunum þá þarf að minna lögreglumenn á þú ert bara að sjá það vonda sem pínku lítið að samfélaginu en lögreglumenn dett oft í það að sjá bara heimurinn sé svona og það þarf að passa upp á þá til dæmis og það væntanlega sama með þessa konur sem við vorum að tala hjá hjálparsamtökum kvenna, sko, að það þarf að passa að segja við þær það ekki allir kallmenn svona en á endunum örugglega tilhneiging í því og það eru með alveg svo konur og öfgum sem eru bara að velta sér upp á þessu að þær byrja bara að sjá alla kallmenn svona, svo ég get alveg skilið það en þær þurfa örugglega bara góðan vin eða vinkonu sem segir bara stopp það ekki allir svona þú veist, bara það eitt sem maður sér samt þegar maður fer að skoða þetta kom manni svolítið óvart og tengist reyndar líka hann að muslimaríkjum kemur náða eftir að það kemur manni óvart og fer að skoða rannsóknir og svona þetta náttúrulega vandinn sá að það ofbeldissumstorm við viljum að sé kerfi sem grípur inn í hjálpi þeim sem í þessari stöðu þetta hræðilegt fyrir börn og þetta eiturtal alveg skelfilegt líka og þetta líðst mikið en svo þegar maður fer að skoða ofbeldi og rannsóknir sem tengjast því að þá kemur það mjög fljótt í ljós og bara horfum á morð á Íslandi frá árinu 2000 á konum og karlum. Það álíka oft sem gerandi í nánum sambandi karl og kona. Það ekki mikil munur. Þetta kemur hann svolítið óvart. Því við höfum þess að mynda að karlmenn beiti grófar ofbeldi sem þeir gera vissu leyti. Það svona ákveðnar rannsóknir sem sýna það. En svo þegar maður fyrir að skoða þetta meira og meira og til dæmis nýlega dönsk rannsókn sem ég sá að þá alveg merkilegt nokk þá kemur í ljós að karlmenn að verða fyrir álíka miklu líkamlega ofbeldi. En það sem breytist náttúrulega stundum í þessu rannsóknum höfum að séð að út af aflsmun að þá þegar þessir karlmenn fáu sem vilja beita miklu ofbeldi þegar þeir ætla sér það þá tekst þeim það frekar. Og meðan konur sem ætla að reyna en samt sína morðtölur okkur að það álíka oft konur sem eru gerendur og karlmenn. Morðum? Já, en getur það ekki verið einmitt af því að konur horfa á mannin einmitt bara stóra vöðamikla að þær séu líklegri til þess að grípa til vopns til þess að getur verið. Þú veist, ég veit að það allan að það sem ég að hugsa sko, að það þá líklegri til þess að grípa til vopn sem endar þá með að manneskjald deyr. Það nefnilega möguleiki og sko við sjáum eins og ég segi
og svo annað, þegar við erum að gera þessa rannsókn ég held að það sé vantalið, ég held að það sé alveg ótrúlega fjöldi af karlmennum sem sitji undir miklu ofbeldi í sambandi og við fáum ekki að heyra það og kannski svona feldu stöði og áreiti og árásum en já, en sko það sem ég ætla að segja sko hvað erum við komin í tíma? Nei, sko, við erum komin í nei, ég er að segja sko, en eins og ég segi sko, það er eina ég var að tala hvað falla margir í valinn sko, fyrir ofbeldi á heimili og þá ef við reiknum líka inn í aðra tölur sem við erum búin að vera að skoða aðeins núna að það eru tölur sjálfsmorð og þar eru karlmenn í gríðarlega miklu meirihluti þessi 4 sinnum oftar hérna á Íslandi sem þeir fremja sjálfsmorð og svo vorum við að skoða núna rannsóknir og þetta er inn á vefnum að þar kemur í ljós að mikill fjöldi svona 4 sinnum fleiri fremja sjálfsmorð heldur konur út af heimilisofbeldi og ef við reiknum þetta inn í þessar tölur að sko það eru morð á heimilum en eins og hérna á Íslandi að þá eru sko karlmenn ekkert að koma betur út úr þessu alvarlegasta ofbeldi ef við tölum bara að menn falla frá hvort sem það er vegna þess að konan velduðum miskanum eða þeir bara taka í líf, þeir gefast upp og það er þetta úrræðaleysi karlmenn get ekkert eins farið við erum ekki með karlatkvarf við erum með karlatkvarf sem er að deila upplýsingum en við erum ekki með atkvarf sem getur farið til og lögreglan tekur ekki eins og móti karlmanni þú kærir og það eru nánast enga líkur á að það veri gert eitthvað nálgunarbönn, alveg ótrúlega sögu sem maður hefur heyrt með það að veist að sko, það er reynd að taka karlmenn sem eru í bara forsjádeilu og setja á nálgunarbann og kona satt í 2 tíma og öskaraði á mannin og svona sko. Þannig að það verður til úrræðaleysi þú finnur að það er enga bjargir og það er þetta en svo skoðum maður þessar tölur nýlega tölur frá 15 evrópskum ríkjum leiddu í ljós að karlmenn þola álíka mikið ofbeldi það kemur nefnilega óvart, líkamlegt líka svo skrýtnustu tölunar og svo eitt sem heitir PASK held ég að heiti að það er stærsta rannsókn sem hefur gerð svona hlutlaus ofbeldi og það koma saman fram álíka, stundum eru konur aðeins ofta þolendur, stundum eru karlmenn aðeins ofta þolendur en það kom nefnilega óvart að þegar við erum að tala um ofbeldi að við sjáum þetta ekki fyrir okkur bara draga þeirra mynd í Arabaríkjum þá beita konur karlmenn oftar ofbeldi, maður hefði aldrei getað ímyndað sér þetta, samkvæmt rannsóknum þetta kemur ótrúlega óvart og þetta er nefnilega sama myndu búin að vera dregin fyrir augun okkur þetta er mótsögn að það sem maður er sagt sko. já, í þessu sko, ef þú horfur á fjölmiðl á Íslandi þá telur hann að karlmenn vera langstærsta ofbeldismenn og kannski má segja að ljótustu líkamlega ljótasta líkamlega ofbeldið ég svona hallast að því að það sé oftar karlmenn þar, ég bara segi það reynd út að þau verðum að reyna að vera heiðarleg en á móti kemur, við myndum telja samt að karlmenn væru langstærsti hluti geranda, en það er bara ekki þannig það eru fullt af konum að beita ofbeldi sko ef við tölum þennan litla hóp á við karlmenn, þannig að þetta sína rannsóknir, við höfum reynt að gera, ég verið að sækjum í jafnréttissjóð til þess að gera rannsóknir á ofbeldi hérna innanlands. Það er eitthvað gömul rannsókn sem kom svona svipum niðurstöðu. Eina sem hallar svolítið á, það er náttúrulega kynferðisofbeldi. En það kemur samt óvart, en Jakob Bjarnarhaldi skrifaði greinum þetta fyrir einhverjum 10 árum eða eitthvað, ég manna ekki, að það var þriðjungur þolenda kynferðisofbeldis held ég hef verið karlmenn. Það kom alveg óvart. Já, en ég er ekki alveg klára á alveg tölunum nákvæmlega en það kom mér óvart þegar ég sá þessa tölur. Það er nefnilega ekki sömu tölur og stígamót. Nei, en stígamót er náttúrulega vandinn er að þeir tala eitraða karlmennsku og svona karlmenn leita ekkert svo gjarnt þar. Ég prófaði að fara til Bjarkarhlíðar og sagði, heyrðu, hérna get ég ekki fengið eitthvað aðstoð og svona. Mér var vísað á, það var nú eitt af þessum ummælum, mér var vísað á sálfræðing fyrir ofbeldismann. Skilur við, það er ekki, ef þú kemur sér þolandi inn, þetta er algjörlega óásættanlegt að því að sé vísað og sálfræðing sem er að fara að hjálpa þessum gerandi. Veist, akkur færði ekki, svo á að vera lögreglukona á staðinu sem getur fengið að, og ég reyndi ekki fá það, að leggja fram kærur, ég var með ýmislegt sem ég vildi, nei, ég fekk ekki aðgang á þeirri þjónustu, konur fá aðgang á þeirri þjónustu, þannig að ég er að segja, skilur þú, ef þú ert karlmaður, þú endar svolítið út í horni. Það er líka bara, þú veist, hvernig við hugsum þetta með svona ofbeldi, þú veist, eins og þú ert að tala um núna, bara gott dæmi að taka um það að ég hef talað um þetta áður hérna held ég meira þess að í öðrum podcast þetta, en ég ætla bara að minnast á þetta aftur. Það er sko, ég er að tala við vin minn í síman og síðan
áttan greinlega að setja þvottavél og setti ekki þvottavélina og ég heyri í bakgrunnu konuna skómin og síðan bara helvítis fíblit, ertu ekki búin að setja í þvottavél anskotin, alveg var svona sko. Ef við myndum snúa dæminu við að kallmaður væri að koma heim og kona væri í símanum með vinkonuna og kallmaðurinn bara helvítis fíblit, ertu ekki búin að setja í þvottavél, það er allt vitlaust. En að því að þú var kona að tala við kallmenn, það var bara svona Eva hlæja þessu bara, lætur þú tala svona við á þínu eigin heimili. Þú veist, við einhvern veginn svona lítum öðruvís á þetta og það þarf auðvitað að breyta þessu af því að þetta er auðvitað eins og þú varst að minnast á að andlegt ofbeldi er rosalegt og það eru margir kallmenn kúgaðir á heimilinu sínu og það er bara staðreind. En einhvern veginn, þú veist, ef maður minnist á þetta þá er þess að brjálu manneskjur að núti kallmenn og konur, ég er ekki að tala bara þegar ég segi þetta þá eru svo margir sem strax bara helvítis kvennahattarinn að ég haustnum á þeim eru þessu sjúkir að þeir halda að ég meini konur með þessu það er að tala skiptir ekki máli, bara fólki brjálað á internetinu sem fer bara strax bara helvítis og þú veist setja svo, nú ég að detta út nú erum við komin á tíu ég held að þetta sé líka að vera gott hjá okkur hvað erum við komin í þetta við? Við erum næstu í 2 tíma Næstu í 2 tíma. Vel gert. Já, það er fínt. Ekki bottom line að þetta verðum bara að skynja og taka á málunum óháð kyni. Við eigum ekki að gera þetta. Þetta er alveg rétt. Þetta er rosalega algengt að kallmaður er sleginn og maður spyrir eftir mann að vera frá ofbeldi eða hrinda eitthvað, hann segir nei. Þegar kallmaður skynjar þetta ekki bara sem ofbeldi. Og það er þetta, ég hef verið í sambandi þar sem var rifinn síminn af mér og öskraði, ég var í símanum og það bara alveg gjörsamlega. En fólk er ekki eitthvað neina að sjá þetta þetta er líðandi til lengdar það er líka sko fyrir ekki koma með það já, ég er alveg kona sem hefur beitt manni minn ofbeldi ég er slóan og það við minn almáttu hvað það var góð tilfinning og ég var mér að segja vídeo á því sko. þá veistu hvernig okkur líður þegar við berjum kona nei, en þú veist, einmitt þetta kona, ég sem kona það var ekki, þú veist af hverju þetta slá manni hins vegar ef hann hefði hvað gerði hann til að vera sleginn? Það er svolítið þannig spurning. Nei, ég er að segja þessi spurning kemur alltaf upp sko, hvað gerði hann til að lenda í þessu og það er annað sem er svo ruglað með þetta sko, ef kona beitir ofbeldi þá kemur alltaf, hann hefur átt að skili það kemur ekki að hún átti að skili það veist, jú, það er hún einhverjur þetta hefur verið rannsakað, þá verið myndbönd og ef kona var að berja kallinn þá gerir engin neitt, ef kallmaður er eitthvað tuskast í konu og hlaup allir til þetta er bara staðreind ég sé þessi myndbönd, það var social experience þarna út á götu þegar hún var sparkað, þetta var mjög raunverulegt þegar hún var að ráðast á kallmannin og hann var allir hlæjandi það var bara, sjáðu þetta og hann var bara help me, enginn í hjálpunum sko. En vandinn er að þetta er sko þetta er eitthvað graf í okkur en vandinn þetta er komin í stjórnsýslun og þetta er komið í lögregluna það er hræðilegt það er svona fyrir að endurskoða þetta það þarf að fara í einhvern lagarama að setja þetta alveg skref fyrir skref sko. Þetta er sko, það er þessi áróður sem er komin inn það er einhvern veginn að spyrna gegn því það er komið fólk inn sem sækir þessar stöður sem er, sko, sjáum bara hérna Margrét sem er varaformaður í fjölmiðlanefnd, hún er lögreglukona og hún er alveg á bólakaf í MeToo það er ekki séns að hún sé að fara að taka hlutlaust á málum sem kom inn sviðstjórinn sem ég nefndi með það sem ég upplifði í gegnum þessa MeToo-byltingu sko. Af því að þar er það bara eins og ég sagði ef þú tekur ekki þátt í því að vera hérna ég trúi þér ef þú vogar þér að vera með eitthvað svona pínu þú veist, er eitthvað möguleiki eitthvað, þá er þetta bara búin að kansla þessi rétthugsun er í kerfinu og kerfið ver sig og 2 dómarar sem dæmdu fór að dæma gegnir í þessum meðaramálum eftir að ég var að gagnrýna þeir voru hækkar í tign klíkan í dómarunum velur sko, næstu hverjir eru að hækka og hverjir kom inn í dómarakerfið þannig að þetta er svolítið vandi það er eitthvað svona réttrúnaður og þú verður að fylgja því og það þarf að brjóta þetta upp það þarf að berja skegnis þetta er gríðalegt það er náttúrulega bara rosa til hreinsun á Íslandi bara, það er að hreinsa til allstaðar við erum orðin svo spillt þú veist alveg sama hvað er spillt eða kemur á því kallmenn lendi ekki á ofbeldi eða konur beiti ekki á ofbeldi eða kallmenn hafa engan áhuga á börnunum sínum eða þetta er allstaðar orðið bara einhvern veginn samþykkt að það sé komið svona fram við fólk og það er bara rosalega sorglegt og alveg í Hugins tilfelli hann var bara bjóstalega kanselaður bækurnar hans þú veist, allt hans líf snerist í raun og veru það og hann gæti ekki lengur verið að gefa út bækur þú veist, ég man bara eftir vinu minn hann var að gefa út bók frá honum á tímabili og ég var strax bara komin í ég sko ekki að fara að lesa þessa bók, Huginn er að lesa hana ég var að margir höfundar hjá mér hættu sko, fóru bara annað og þetta var alveg það er algjört kraðaki, ég stend í lappirnar það er nú góðu tíðindin og ég sko
þegar upp í staði þá vill maður freka fylgja samfæringu og það nú hlutað sem að finna hvað maður fyllist sko brennandi sko réttlætis tilfinningu og það allavega situr eftir og maður náðu að standa í lappirnar og svona, maður ekki alveg fallinn af hestinum en já. Það nú bara staðnindin að margir sem myndir lenda í því sem þú lendir í, þeir myndir bara taka sitt eigið líf og það aldrei talað það. Það og nú þetta bara staðnindi að við komið, það var nú eitt dæmi þarna fyrir austurni á norðan hana Húsavík eitt mál. Var það þegar að fóstudóttirinn var hérna að reyna að kúa pening úr fóstupapinsinum og sagðist að hvort það hefði verið svo langt síðan að ég skoða þetta, hvort hann hefði beitt sig ofbeldi eða hvort hann hefði verið að leita á sig kynferðislega. Hann hótaði því að hann myndi ekki gefa sér pening, þá ætlaði hann að gera þetta, hún var að kafa í neyslu. Og hann bara hefði láta mig vera maður og hún fór og bjóð til einhverja svona sögu hann og endaði með að hann tók sitt eigið líf. Og hún kom seinna meir og viðurkenndi það að hún hefði gert þetta. Hún hefði bara verið í tómu rugli þarna og verið að reyna að kúa peningurunum og hún hefði búið til lífasjórunum og hún kom opinberlega bara afsökunar á þessu sko. Þannig að, og þetta alveg 100% ekki einstæmi að einhver maður hefur tekið sitt eigið líf eftir að það hefur verið borið upp á hann eða hann hefur verið hræddur að sé verið að fara að bera upp á sig. Eins og ég segi, það eiginlega fátt verra heldur en kallmaður getur lent í að þegar verið að ljúga svona upp að þig. Já, ef þú lígur upp á kallmann hans barnanni eitthvað, það bara það versta, eða nauðgari, það bara versta sem við getur lent í þessi kallmann. Þú vilt frekar allan daginn vera lamin alveg í buff heldur en að lenda í þessu. Við erum með nokkuð nýlega dæmi þetta, það sem menn fremja sjálfsmorð. Og þetta þekkt og það sem voru jafnvel vitni að því að það voru samfarir í gangi, ekki nauðgun, svo hann fremur sjálfsmorð. Við erum með mann sem hann er sakaður skyndilega eitthvað í betrun, komin á vend, skuttlað aftur inn í fangelsi, fellur fyrir eigin hendi, á þess að fá að svara fyrir sig. Þetta rosa, það má ekki vera þannig að sko, refsing fara á undan skoðun og það má ekki fella dóma. Kerfið að gera þetta. Sko. Það að vinna eftir einhvern svona hugmyndafræði. Það allt of oft gert þannig. Út af rasisma, út af kvenfyrirlitningu eða kallfyrirlitningu, þú veist að dómarar finnst mér oft á tíðum ekkert endilega eins og bara ef þú ferð í mál við ríkið ég get bókað það þú ert aldrei að fara að vinna mál gegn ríkinu allavega ekki hérastóm. Nei, það verður sig alveg eins og sko ríkið talandi þú veist það að fara í mál við barnavernd ríkið stendur með ríkinu, það bara þannig. Þú ert líka að fara í mál við dómstóla eða ríkið sko á móti þeim og þú ert upp á móti dómstólum sem geta eða svona byggt lögin eftir sinni hendursemi. Ég meina það mjög erfitt fyrir að vinna eitthvað á móti þannig kerfi. Það eiginlega bara næst í ómögulegt sko. Eina sem getur gert það væri að þú myndir fá allan almenning með þér í lið þá kannski eftir sen sko. En fjölmiðlar eru á þessari bylgju allavega með þessu sko að refsa og bara draga út á gálgastokkin og hýða og svona fjölmiðlar hafa verið þarna, þeir hafa viljað þetta. Já, þú nefndir stundina það var nú að reyna var nú þetta hjá DFF og DFF stunda þetta á undan stundinni. Þetta var þeir voru duglegir í þessu sko og samþýttu það en auðvitað ætti að vera ykkur lagarami hérna og refsirami eins og fjölmiðlamyndun og hefða sér aðeins betur og vera ekki taka saklausa menn að þarf að koma með einhverja sannanir alvöru sannanir fyrir máli sínu en hinga til það það bara að þeir hafa geta kryddað gríðarlega fréttinar og ef það ekki nógu góðar nú þetta alveg úr heiminum sem var það var hringt í mann, það var DFF-mynd það var Reynir sjálfur og hann reyndi að tala við einn hérna út af vissu máli og síðan sagði hann bara ef þú ætlar ekki að vita viðtal, þá líði bara einhver upp að þig og hann sagði þetta og orðið rétt við manni hann var bara, ætlar það? Já, þannig að annarkvort kemur þú og segir bara söguna þína eða ég líf bara einhverju sögur núna mánudaginn og hann bara, fokkaðir og síðan bara reynir einhverju og komið bara eitthvað algjört bullana og það ekki fullt af svona dæmum og þetta var svo það ekkert hægt að gera þetta mótið þessu það ekkert þú kæri fjölmiðlin og það bara ekkert. Já, það náttúrulega lagarami, fjölmiðla lög þau heimila til dæmis ekki að draga upp þessar staðalímyndir sem eru gerðar og ég gerði greiningu á því og sendi inn í fjölmiðla nefnd og ekkert gerði og talandi DFF, Ingibjörg Dögg var náttúrulega þar og hún setti inn einu sinni fjöllun þar sem hún fullurði að karlmaður hefði drepið konu sína og hann framdi sjálfsmorð svo dró hún þetta tilbaka sinna
Þannig, það þyrfti náttúrulega fyrir til að laga rammi einmitt til þess þetta ætti að vera refsilegt. Þetta alveg svakalegt sko. Og hún, annar maður kom að tala við mig nýlega, sagði að hún var með frétt og hann sýndi henni gögn og hún leiðir þetta ekki. Sonur hans Reynis, Jón Trausti, stundinni, sá sem ég var í samskiptu við, sýndi fram á lygarnar, ekkert vildi hann gera. Þetta ákveðið svona siðleysi sem og fjölmiðlun nefndi á að taka á þessu. Ég sendi sönnunargögn og ég sendi hvernig þeir eru að draga upp staðalímyndir og allan pakkan. En fjölmiðlun nefndi bara alveg á þessari línu, sko. Eins og ég segi, þú ert að díla þessa típu á þenni grunnskólinu sem er bak við stóra mannin að rífandi í kjátt og er að búa til vandræði og búa til vesen, sko. Hún verði ekki til hennar. Það er fræðileg, sko. Stóra opinbera batteri að verja. Það er bara nákvæmlega þannig sem þetta er í dag. En ég er að spáði bara að slúta þetta er búið að þrælgótt spjallið á okkur. Já, takk fyrir þetta. Þetta er bara glæðir og takk kærlega ekki þetta er bara, ég kann að meta þetta. Við bara skiljum sátt að það leikslokum og höldum bara inn í bjartari sko framtíð þar sem svona er ekki vonandi, þetta er enn í gangi en við erum vonandi að sjá breytinguna og sjá bara með kærleik og hlýhug til náungar, alveg sama hver hann er hvort það sé Jón Jónsson í bæi ykkur annar framalega sem hann ekki barnan ykkur Nei, við þurfum ekki eins og að fara þangað. En það sé þá allavega þannig einmitt að þó að sé sagt er það fyrst að sína fram á það hann fái, jafnvel ljótustu menn eiga að fá sanngjarna meðferð og svo dóm og þá þetta getur maður verið reiður. Það er eðlilegt. Þegar það er búið að sanna algjörlega borður líkandi að maðurinn er barnaníkur þá má þetta fólk hæta í sig. Það er alveg sama það sko. En þangað til að það er búið að sanna að borður líkandi þá skulum við aðeins reyna að halda aftur okkur. En aldrei hefði mig grunað að ég myndi sitja hérna með ykkur tvö hérna spjallandi þegar að þetta var að gerast á sínu tíma. Þannig að þetta er skemmtilegt og gaman að sjá hvernig þú átt alveg pínu hróskilið þið hróskilið já, það er bara stundum það er maður leitur reyna að láta góta að leiða sér já, því er ekki þar húsum þessunni, ég kann ekki að taka þessu við kunnum ekki að taka húsi ég ætla að enda þetta á því þetta er vandræðilegt takk hérlega fyrir komuna takk fyrir okkur Bless.